Já, góða kvöldi, kæra áhorfendur og verið hjartanlega velkomin með okkur á K.A. TV. Framöndan að leikur K.A. og Þórs í úrslitum Kjarnafæðimótsins 2021. Ekki í fyrsta og ekki í síðara skipti sem að þessi lið mætast í úrslitum þessa móts. En leikið á K.A.velli í kvöld í þessu fína veðri. 7 stiga hiti, léttur andvari að sunnan og þurrt. Með mér í dag Elmar Dan Sigþórsson, fyrrum leikmaður Víkings Reykjavíkur og K.A. sjálfsögðu ásamt fleiri. En góða kvöld Elmar, ertu velkomin í útsendinguna. Takk hérlega. Við ætlum að byrja því að renna yfir liðin hjá okkur. K.A.mönnum hann Kristján Jaló í markinu. Í vördinni eru Ívar Örn Árnason og Brynjar Ingi Bjarnason í miðvörðum. Hrannar Steingrímsson og Jonathan Hendricks í bakvörðum. Á miðjunni Daniel Hafsteinsson, Sebastian Brebels og Rodri. Þeir eru á miðjunni. Fremstu þrír eru síðan Hallgrímur Steingrímsson, Ásgeir Sigurgeirsson og Nökkvi Þeyr Þórisson. Þjálfari K.A. Arnar Gretarsson. Hjá Þór Auðun Ingi Valtísson í markinu. Aðri leikmenn Hermann Helgi Rúnarsson, Petar Plancic, 6 Ólafur Aron Pétursson, 9 Jóhann Helgi Hannesson, 11 Elvar Baldvinsson, 14 Jakob Snær Árnason, 15 Guðni Sigþórsson, 17 Fannar Daði Malmqvist Gíslason, 22 Líban Abudalei og 30 Bjarki Þór Viðarsson. Það er eitthvað framburður hann á 22 hér. Já, þetta svona, ég lofa engu þegar framleiða stundir, en ég er ekki alveg, þekki þetta Þórslið ekki alveg nógu vel til að segja hver í hvaða stöðum, það kemur mjög fljótt í ljós. Þjálfari Þórs Orri Freyr Hjaltalín. Dómarar leiksins í dag eru Valdimar Pálsson, honum til aðstoðar Aðalsteinn Tryggvason og Páll Valþór Stefánsson. Varadómari Sigurbjörn Hafþórsson og eftirlitsmaður Villi Adolfs. Herriði, þetta er alltaf skemmtilegt að K.A. Þór mætast og það var búast við hörkuleikir í kvöld. Þetta er síðustu undirbúningsleikir liðana fyrir deildakeppnina sem hefst núna í byrjun maí. Örlítil seinkun á hendinni út af COVID-19 en K.A. síðan að halda suður til Hveragerðis í æfingaferð núna á morgun. Þar sem þeir spila mögulega 1 leik og svo hefst bara Pepsi í næstu viku. En hér ganga dómararnir inn á. Þar fer Valdi Páls fyrir sínum mönnum, Steini Tryggva og Páll Valþór á línunni. Það er gaman að segja það frá því að Nökkvi Þeyr Þórisson, hann er að ná sér að meiðslum. Hann startar náttúrulega á hægri kantinum, hann varð fyrir þeirri ólána að fá sýkingu í tá. Og K.A. lék innbyrðis leik á laugardaginn 11-11 í bóganum, þar sem að Nökkvi gat ekki verið með sökum meðsla. Ívar Örn Árnason með fyrirliða bandið að mér sýnist, hann komin hann í dómarakast með Valda. Er það ekki stutt í að bróðir fái þá sem sýkingu í tá líka eða? Þorri? Já. Jú, það er alveg hægt við í nefnilega. Ég held sé bara einhverjar mestalagi vika eða fá hana. Það er mjög líklegt. Fyrirlið Þórs Jóhann Helgi Hannesson, lang leikarindasti leikmaður Þórsara. Gaman að sjá þetta 2 K.A.-strákar í Þórsliðinu, Ólafur Aron og Bjarki Viðarsson. Ég veit ekki hvort að það var Jóhann Helgi eða Ívar sem völdu það að skipta vallahelming. Þetta finnst mér alltaf mjög sérkennilegt. Og ég veit að Jaló vinnu minn í markinu engin stuðningsmaður þess að hlaupa 120 metra þarna yfir. En Þórsararnir eins og áður segið, þeir spila í lengjudildinni í sumar. Þeir eru að byggja liðið sitt upp á ungum og efnilegum guttum. Mikið af heimastrákum í takt við síðan. Þeir eru hérna með 2 erlenda leikmenn, leikmann nr. 5 og leikmann nr. 22. Ég veit ekki til þess að vanti marga í Þórsliðið eins og er en það verður að koma í ljós. En þetta er að hefjast. Við sjáum að Grímsi út til vinstra með Nökkvi hægra megin og Geiri fremstur. Sebastian Brebels nr. 8 hjá K.A. og Daniel aðeins fyrir framann Rodri síðan sem verður vörnin hann á miðjunni. Tígul miðja og svo 4 manna varnarlína. En leikurinn fara á stað, það er Þórsararnir sem byrja með boltan. Þar er Petar Plancic í miðverðinu með væntanlega Hermanni Helga ef ég þekki það rétt. Bjarki Þór í hægri bakverði. Hann er inn á 30. Hann er inn á 30, hárrétt. En K.A. byrjar að pressa þetta, boltinn fær nútalinn samkvæmt Steina Tryggva og yngvar sem K.A. eiga við varamanna bekk K.A.-manna. Við rennum aðeins yfir varamennina. Hjá K.A. Steinþór Már Auðunsson á bekknum, Haukur Hauksson, Elvar Máni Guðmundsson, Andri Fannar Stefánsson, Þorvaldur Daði Jónsson, Kári Gautarsson, Gunnar Örvar Stefánsson, nýkominn frá Möltu, Sólbrúnn Sætur, Steinþór Freyr Þorsteinsson, Adam Örn Guðmundsson og Sveinn Margeir Hauksson. Þeir eru aðeins færri varamennir hjá Þór. Þeir eru með Ásgeir Marin og Baldvinsson, Nikolaj Stojanovic, Aðalgeir
Axelsson, Bjarna Brynjólfsson, Pál Veigar Ingvarsson, Steinar Logi Karlsson og Sölva Sverrisson. Þeir hafa kannski verið að skera niður í ferðarkostnaði hann hefur. Já, náttúrulega deildi ferðarkostnaðir í svona úrslitaleikjum, þannig að það hefur verið blúsandi strætókostnaðir úr þorpunni yfir á Berkum. En markspyrnan sem Þórsarar eiga, þeir eru með tefla fram ungu markverði í dag, Auðun Ingi Valtísson. Það er að vera þrjusu mætinga á völlin. Já, 100 manna áhorfendatakmörkun og ég sýnist við vera smetla í 100 manns að það, svo eru náttúrulega áhorfendur svo Sigurður Skúli sem tellir sem 2. Þeir segja það. Þeir segja það. En hér kemur markspyrnan, hún kemur hérna út til hægri, Bjarki Þór í skallar hennan áfram og þetta innkast á Káa, leikmaður nr. 17, Fannar Daði Malmqvist Gíslason af Mal-ættinni. Þetta er sonur Gísla Guðmundssonar sem spilaði eitt sinn með Káa og hann hefur leikið með Magna undanfarin ár. Þannig þetta er svona í, hann er í Káa fjölskyldunni? Hann er í Káa fjölskyldunni en hins vegar einn grjótarasti Þórsari sem ég þekki. Hér kemur Nökkvi og kemur Jonathan Hendriks utan á hann, Hendriks inn á miðju á Daniel tilbaka á Rodri. Káa, það vantar eitt leikmann í lið Káa en hann er stattur í Katrínartúni í Sótkví, á Sótkvíarhótelinu, það er Dusan Burkovic. Hann kemur til móts við lið á morgun í Hveragerði þegar hann klárar sókvörðin sinni. Hér kemur sending og Nökkvi með skattar Hrannar í seinni boltann. Gefur hann inn á Hendriks og þessi er ennþá inn á, eða hvað nei, aftur fyrir og markspyrna frá marki Þórsara. Hann hefur hann mátt bara láta hann vaða. Heldur betur, skjótaði fyrsta. Það er, eins og ég var að segja, að Dusan Burkovic kemur til móts við Káa lið á morgun er að klára sótkví og er komið með leikheimild. Og hann er 30 ára gamall, miðvörður, kemur frá Serbíu, spilaði síðast í Ungverjalandi og það verður gaman að sjá hvernig hann passar inn í Káa-liði. Þessi bolti beint á Daniel sem kemur nú til hægra á Nökkva. Það verður gaman að sjá Nökkva í sumar býri við gríðarlegum hraða. Þetta er Ólafur Aron sem vinnur boltan á miðjunni en Káa-menn snöggi í fyrstu pressuna og eru búin að vinna strax aftur. Þetta er Brebels og Káa þetta innkast. Hrannar kasta tilbaka á Ívar, fyrirlega Káamanna. Grjótaran Ívar. Já. Hrikalega flottur. Engin flottari og Binni út á Hendriks. Það er gaman að segja frá því að Káamenn voru duglegir að hlaupa án bolta hérna í síðustu COVID-lokun og voru með stíft hlaupaprogram frá þjálfurunum Arnari, Hallgrími og Steingrími og Jonathan Hendriks hann hljóp þetta, ég er nokkuð viss að Hendriks gæti komist, náð ólympíulágmarki í svona 1500 metra hlaupi, hann er ekkert eðlilega snöggur. Þetta var útúr, hér er Rodri. Hann var mjög góður samt sko, einstaklega góður. Hrannar er náttúrulega, eftir að Hendriks kom til liðs við Káa þá hefur Hrannar verið að spila meira vinstra megin. Hann er vanur, og hérna flott, sendi ekki að Geira á Danna sem er ansað dútla með boltan, Geiri í skotið og rétt fram, já. Já, eins og ég var að segja, Hrannar farin að spila hérna hans vinstra megin, náttúrulega búin að vera hægri bakvörður Káa-liðsins undanfarin ár. En Hendriks er hreinræktaður hægri bakvörður og Hrannar hefur fengið það hlutskipti að spila vinstra megin. En sjáu Hendriks sem er líka bara svo ægilega öflugur með boltan upp. Já. Og það er gaman að segja það því að ég held að Hrannar sé bara alls ekkert ósáttur við það að vera vinstra megin því að hann og Hallgrímur bróður hans spila þá á sama kantinum og þeir eru ansveit duglegir að tengja við hvern annan. Já, þeir eru mjög auðvelt með að senda hvern annan. Já. Það var það Þórsararnir með öftu línu Petar Plancic yfir á Bjarka. Bjarki með langan fram en þetta er Ívar. Döldu opinn miðan í hann. Já, Danni og Hendriks. Hvað gerir Hendriks? Ætlar að senda hann á Nökkva en Þórsararnir á undan Hermann Helgi setur hann sér langan inn fyrir á Jakob Snæ í baráttunni við Ívar og síðan er Hrannar sem gefur hann eftir á Jæjaló. Þetta er nokkuð þægilegt svona. Það er mjög mikið bilað slitnað mikið í sundarjöðum Þórsarunum. Já. Þannig að það er ágætt að þeir ætla bara að dæla þessu langt upp. Sjá reyndar að leikmann með 22 leikskíslu Líban Abdullahi er númer 19 á vellinum. Vona það rugli fólk ekki mikið. En kemur Brynjar Ingi með sendingu tilbaka á Jæja á Ívar. Það verður gaman að sjá hvar sérfræðingar Pepsi Max deildarinnar spá Káa-liðinu.
Hvað var búið að dæma þar? Það var búið að koma upp í 10. sæti. Víkingunum spá 10. sæti að með minnir í birt í dag. Kemur fyrirgjöfum frá Hendriks á fjær, þar Grímsi, en þessi aðeins hár fyrir Grímsa og markspyrna frá marki Þórsara. Hverju voru í þessu 12. sæti? Þetta er þegar stórt spurt. Mér finnst líklegt að það er Keflavík og ÍA þarna næstu 2. Leiknir. Já, Leiknir spá 12. og svo verður þarna. ÍA sá ég ekstra spáði eftir sætinu. Hér er Hermann Helgi með hann út á Bjarka. Það er fín pressa í okkur. Já, Þórsararnir fór lítinn tíma með hann og svona eigin vartal mikið komin langan. Jakob Snær enda nær þessum niður. Nú er Guðni Sigþórsson fyrir nemandi minn, opinn vinstra megin. Guðni með boltan gegn Hendriks. Setur hann upp í hornið á Jakob. Jakob kemur fyrirgjöfun og þessi aftur fyrir. Engin hægt að ferðum hana. Þó eru Tryggva stopparinn hana og Palli ljósmyndari í kjölfarið. Það er að vinna saman. Já, góð samvinna þeirra á milli. Brynjar Ingi án nokkur svo einn mest spennandi leikmaður KA. Aðeins 21 árs gamall og hefur vakið verðskulda athygli og margir mjög hissa, hann skildi ekki verið valinn í skandall. 21 árs landsliði. Skandall. Já, 21 árs landsliði sem keppti í Ungverjalandi núna í síðasta mánuði í lokkeppni. Sebastian Frebelsen kemur frá liði Lommel í Belgíu. Daniel reynir hann að senda ykkur inn fyrir, gengur ekki. Og reynir aðra að senda ykkur inn fyrir, hún gengur. Nú spurning hvort að Hrannar vilji fá hotnið. Já. Hrannar tekur hotnið. Í lið KA vantar auðvitað Bjarna Aðalsteinsson líka, en hann er að ljúka námi í Bandaríkjunum. Hann er að koma heim núna í maí byrjun. Ásamt náttúrulega í Geysinni. Það er að vera lagt stundanám í Bandaríkjunum. Í gær fór fram leikur Magna og KF 3. sæti í mótinu. Þar skellti Míló Magnamönnum 5-0. Þokkalega óvænt úrslit þar fyrir marga allavega. Magni féll náttúrulega úr innkassodeildinni í fyrra og KF náttúrulega hefur alltaf verið. Míló fór með deild fyrir 2 árum og hefur síðan verið að berjast í bökkum að halda sér í deildinni en alltaf gert fyrir eitthvað vel. Það hefur verið stígandi hjá þeim alltaf. Já, Slóbói náttúrulega fáránlega fær þjálfari, hann má eiga það kallinn. En þessi hotspyrna rann út í sandinn, kom skalli á nærstingunni Ásgeiri sem hann var aldrei hætt af og þarna er nú smá vandaragangur í Þórsvörðuna, kom boltan hérna út úr teignum. Nökkvi þeir í góðri pressu á Hermann Helga. Ég sé Andrés Viljáms stendur hérna. Hann telur líka sem 2. Já, ég spurning hvort að Steini sé nokkuð að flaggan rángstaðan. Vonum að þetta hafi ekki mikil áhrif á leikinn. Hér er það Hendriks í baráttunni og Danni. Gaman að sjá Dannastur í gulutreini. Danni náttúrulega fór út til Svíþjóðar og spilaði þar og kom síðan á lán. Bylta hann sem Brynjar Ingi fær og Jakob Snær dæmdi brotlegur. Orri Freyr Hjaltæni tók náttúrulega við Þórsliðinu núna í síðasta haust. Og honum til aðstóðar eru fyrirlið Þórs og leikmaður KA Sveinn Elías Jónsson. Og svo er náttúrulega Jónsi og Perri markmannsþjálfari. Sjáum á leikskýrslu eru líka Aron Birkir Stefánsson og Sigurður Marino Kristjánsson sem vantar í Þórslið. Aron Birkir markmaður og Sigurður Marino sem margir þekkja. Ætli þið sé ekki að glíma með einhverjum meiðsli. Ég sé að það er einhverja hækjum. Mér sýnist að vera Aron Birkir. Ég er samt ekki alveg 100% viss. Það sjá það héðan. Það er eitt annað hækjum á Þórsbekknum. Sé að Sigginbærun situr við hliðina á honum. En Ára Hallgrímur. Erfið sendingarna við Grímsa. Og þessi aftur fyrir. Þetta hefur verið nokkuð veginn í aðra áttina í fyrstu 10 mínúturnar. Og þannig viljum við hafa það KA með allavega. Við erum ekki að tala um neitt vind eða? Nei, þetta er svona léttur andvari. Kemur Hermann Helgi með langan bolta fram og þetta er náttúrulega beint að Inga. Danni flikkar hann fram og Nökkvi kemur og setur pressu á vinstri bakvörð Þórsarar sem er Elvar Baldvinsson. Hann er einmitt mágur Elvars Árna Aðalsteinssonar, húsvíkingur,
bróður Rögnu Baldvinsdóttur sem kona Elvars Árna. Rodri með skallan og Hrannar og Hrannar, þetta miðjumóð. Daniel inn á Geira, Geiri setur hann út á Jonathan Hendricks á Danna aftur. Það rúlla flott. Já, kemur hann út til vinstri á bróður sinn, Hallgrímur gegn Bjarka, tekur skærin sín og reynir að finna krossinn og hættir aftur fyrir. Sævar Pétursson framkvæmdastjóri K hefur verið nóg að snúa sem boltasækir hérna. Fínt touch hjá honum. Gefum maður spilnum frá Þórsörunum út til hægri á Bjarka, þessir út af. Byttu. Binni Nei. situr. Það ekki gott og mér sýnist bara skiptingin vera klár. Sveit Margeir Haukssonar að koma inn, þá dettur Rodri inn í miðvöruna öllum líkindum. Já. Það skipting strax eftir tæplega 12 mínútna leik. Binni reynda labbar út, það bara spurning hvort það hafi verið smá tognun eða hvort það hafi verið byltan hann áðan, hafi lent illa. En Brynjar Ingi farin út af og inn á... Nei, þetta Haukur Heiðar það ekki? Jú, þetta Haukur Heiðar. Ég vona að Haukur Heiðar hlusta útsendinguna og hann segi að kalla hann Sveinmarki. Það munar alveg góðum 10 árum með hann í aldri. Þeir eru þetta ótrúlega álíkir svona langt í burtu. Þetta Haukur Heiðar Hauksson að koma inn í miðvörun með Ívari Árnarsinni hjá KV. Gaman að sjá Hauk og Haukur náttúrulega verið að glíma við mikil meiðsli. Það væri óskandi að hann myndi ná að klára taka þetta bara ár helviti vel. Já, ég er sammála því. Það væri gaman fyrir bæði okkur KV-menn og Hauka að hann myndi ná að halda sér heilum og spila svolítið að leikjum. Þetta er hörkuspilari. Já. Kemur markspyrnan frá Auðunni. Hann mitt var að starta í hægri bakverðinu þegar ég var komin í hassettin. Já. Og var alveg... Og þá Dino á hægri kantinum. Já, Dino á hægri kantinum. Já. Aldrei... Það heyrðist valla í honum. Smá brasaðna sending tilbaka sem að Haukur setur á Rodri. Og Rodri í pínu vandræðum en þeir leysa úr þessu. Pressa hjá Þórsörnum ágætt. Rodri finnur Seba. Seba býsir til pláss eða hvað. Tilbaka á Ívar og Ívar ætlaði að losa hann langan. Kemur Jóhann Helgi pressuna og þetta er... Nei. Mjög ósáttu við Hún lítur valdi að þurfa að rífa upp eitt kort. Já. Anna væri nú eiginlega bara neisa. Já, það eru óþarfi hjá valdi að leipast upp í svona leifa þegar maður komast upp með þetta. Já, þetta er nú bara... Þetta er nú bara að byrja þarna sko. Það var ekki að vera dúndra boltanum í burtu sko. Þá kemst upp með það, þá er þetta orðið dálítið. Já. Valdi spjallar við Jóa og biður hann að hætta þessu. En Ívar á, jæja. En bætist í áhörendafjöldan, þetta eru rétt 100 manns hérna. Getur þú að þetta væri komið svona í 92 kannski? Já, 92-3. Hendricks og Nökkvi. Og Íbi. Ívar út í vinstri á Arnar Björn sem finnur Seba. Náðu hann ekki alveg boltanum hana. Þeir eru rosalega hrifnir að því að sparka langt. Þórsararnir? Já, þeir eru dálítið í því. Jæja, Ló. Með langan fram á Nökkva. Þetta er Elvar sem að skallar hann reynda beint í fætan á Daniel. Og Haukur, setur hann yfir á Íba. Ívar út til vinstri á Hrannar. Hrannar koma svolítið á þetta. Sebastian Brebels. Yfir á Hauk. Já. Skemmtileg yfirferð á honum hérna, Brebels. Já, hleypur mikið. Já. Vel staðsettur. Hendricks og Rodri. Rodri með einn fyrir á Grímsa. Þetta er flottur bolti. Nú þannig að koma setni. En þetta er aftur á Rodri og Rodri finnur Hrannar út til vinstra megin. Hrannar leitar að krossinu sínum. Kemur núna. Hrannar með flottan kross inn í. En þetta er skallað burt að Hermanni Helga. Ekki hæstur í loftinu en hörku skallamaður. Og það er það. Hendricks. Sebastian. Seba með hann og Haukur eins og Elma var að segja á þann að Haukur var alltaf hægri bakvörður og fór út sem hægri bakvörður og spilaði með landsliðinu hægri bakvörður en hefur fæst sér inn í miðvörðinu eftir að árin farðist yfir og en Haukur var gríðarlega yfirferðar mikill hægri bakvörður sem tíma með einstaklega góðan hægri fót með flotta krossa og lærið þar gríðarlega mikið að Dino til dæmis. Dino náttúrulega eitt í heilu og hálfu leikjum í Óskar á hann. Já og bara Haukur! með
með það að krossa svona, það var já, kendi honum bara gríðarlega mikið í því þannig á fyrsta árunum sko. Og held ég að vera mjög dýrmætt fyrir Hauka að hafa Dínu á hann fyrir honsi. Engin spurning. Danni meðan langa fram á Nökkva tekur við honum. Það farði sjálfur drengur. Elvar Baldvinsson til varnar sem Já, gerir ágætlega og hotni sem Káamenn eiga. Þyrftum að fara aðeins að bæta í Sóknarþungan. Sóknarþungan. Þetta er svona pínudull þegar kemur að þessum vítateik. Já, síðustu þriðjungurinn vantar úrslitasendingarnar. Það er 16 mínútur liðar á leiknum og staðan er þá marka laus í þessum úrslitaleik Kjarnafæðismótsins hér á KA TV. Það er Grímsi sem er að taka hotnið og meðanum er reyndar Nökkvi hérna. Nökkvi út á Grímsi aftur, Grímsi út á Hendriks og Hendriks krossar, flottur kross og þetta er Haukur sem skallar að fjær Íbi hefði mátt koma hann bara á markið þarna. Sebastian Brebels og þetta er lélegur skall í Elvari, beint á Káamenn, Danni leggur hann fyrir Haukur á Ívar sem tæklar hann sjálfsögð inn í en verður ekkert þessu. Hann er svo í einfættur, hann getur einhvern veginn tækla með hægri sko. En Káamenn eru búin að vinna strax aftur. Rodri, Seba missir hann hérna í barátunni við. Ekki á Danni, Egumann, nei. Valdi flautar Danna. Daniel gerir þarna brotlegur að mati Valda Páls. Þeir koma báðir belgarnir, Hendriks og Brebels koma báðir frá sama klúbnum í næst þessu deild í Belgíu, Lommel. Hendriks náttúrulega spilaði á Íslandi áður og við góðan orðstýr. Það er Petar Plantic með aukaspyrnuna fram og þetta er Jóhann Helgi sem skallar hann beint út af. Og já, ég myndi vilja sjá meira nýta okkur hraðan hérna á hægri vægnum, Elmar. Nýta svolítið Nökkva og Jonathan. Já. En svo er líka það að ég veit ekki með Þórsarni, þeir mjög lítið ætla að nota þessa miðjumenn sína. Já. Sparka aðalega bara yfir á. Jakob Snær, þannig að við myndum ná að varnar. Nýta okkur það eitthvað eins betur. Jakob í barðinu Íbi stígur hann út og hann tekur lausa boltan, sendir hann á Hallgrím, pínu dútlarni teklum hjá Káa en þeir leysa úr þessu. Íbi meðan langan upp línuna og nú er Ásgeir í kapphlaupi við Petar. Geiri tekur þetta. Já. Ásgeir hættir aldrei. Hermann Helgi Rúnarsson og Geiri nátt í baráttinu og vinnur bara hotspyrnu sínum mér. Já. Vel gert. Það borgar sér alltaf að vera duglegur. Það er bara þannig. Ég hef oft sagt þetta, að það að vera duglegur, að það kemur oft bara í staðinn fyrir fullt af hæfileikum. Já. En það er það held ég alls staðar sko. Já, það er bara þannig. Eins og einhver sagði, hard work always beats talent when talent doesn't work hard. Þetta sagði einhver spengurinn. Það er ekki lígi. Það er heldur betur, ég ætti að vera að taka þetta upp árundu góði, það er mikið af sparkvænum sem er að fatta hérna í beitútsendingu. Er verið að fara að setja þetta á bóli eða? Já, held það nefnilega. Þetta var ekki rosalega vel gert hjá Nökkva og Grímsa og Þórsarni geysast upp, Jakob Snær. En Hendriks les þetta, Seba meira sem lesi þetta ennþá betur og sendir þetta tilbaka á Jaló. Sallarólur. Já, Jaló aftur og Seba. Já, vel list. Já, Haukur og Seba og Jonathan Hendriks gerir ágætlega, missir hann síðan aðeins langt frá sér, baráttinu Óla Aron. Þetta gerir Guðni Sigþórsson ágætlega, hann missir boltan út af og yngvar sem Káa á. Og Rodri fær hann frá Hendriks. Já, eins og sé, það verður gaman að sjá hvað Káa verður spáð. Ég hef trú á því að Káa verður spáð svona 5. til 7. sætin í persónudeildinni í sumar og við erum til alls líklegir að mjög spennandi liðin sem Káa með í höndunum núna og sennilega bara eitt besta fótboltalið sem við verið með í nokkur ár. Já, ég myndi segja það. Þetta er vel mannaðorði og flotti strákar. Já. Kemur Hendriks gegn Guðna, fyrir illa með Guðna hérna, finnur Geirinn á teiknum, Geiri setur hann út á hot sem Káa, hvað er þetta? 4. hotspyrna Káa í leiknum? Já, allavega það. Spurning hvort einhver vilja fara að færa Jæjal og teppi þetta í marki Káa megin. Getur ekki Þóri séð það? Jú, það lítur að vera. Gefa honum eitthvað að þessum kaffibrúsa sem hann er með. En það er hotspinnan sem Grímsi tekur og nú er Nökkvi. En það mætti samt kannski eitthvað að fara að gerast í þessum hotspinnum. Það er konum það margar að þetta er að verða orðið ein æfing. Já. Grímsi setur báðar hendur upp, ég er alltaf hrifinn af því. Kemur hann inn í tegin.
Þetta er beint í hendunar á Það var þá Auðunni. líklega í báðar hendunar á markmanninu. Já, hann var að gefa hann bendingu þar, setja báðar hendur upp. En Þórsararnir spila nú stutt. Hermann Helgi í öftustu línu. Planic. Þessi númer 5 er það. Hver er það? Hann heitir Petar Planic. Já, já. Þekki ekki frekari deili á honum. Nei. Og það var að Líban. Hermann. Það eru tveir sem að komi núna. Erlendi leikmenn sem eru konið til að styrkja Þórsarana. Herru, hér kemur sendingu inn fyrir, hann er ekki rángstæðan að fanna, langt í burtu. Nú má einhver fræða mig ef þeir sem eru hérna staddir í kringum mig. Hvað varðum okkar besta Alvaro Monteiro og Spánverðina sem hafa verið á Þór? Er hann ekki að vinna í að koma einhverju liðu uppi á Spáni? Það er svoleiðis? Já, mér skilst það. Hann kemur ekkert aftur? Jú, hann átti að koma þegar að hann væri búinn að því. Ok. Og það var bara held ég hversu lengi hann yrði að koma þeim upp og kæm hann eftir það. Ok. Ég held að sé á góður leið með að tryggja þeim eitthvað að setja hann einhverju deildu og eitthvað. Já. Það er feitur bit fyrir Þórsarana. Hér kemur Hendriks, hóta fyrir gjöfinni, kemur hann stuttan á Rodri og aftur á Hendriks. Og Hendriks með flotta fyrir gjöfin. Þetta er engin káamaður. Eins og Elmar sagði hann, okkur vantar pínu meiri bit á síðasta þriðjungi. Markmaðurinn gefur svo góðan tími. Já, hann ætlar að tryggja sér þessar 6 sekundur allavega. Já, kemur hann upp á Fannar. Íbbi náttúrulega bara mætir að sínum vanalega krafti og sjálfsögðu heyrast hér hróp og köll úr 100 manna áhorfendahópi. Var ekki 93 eitthvað þannig? Jú, 93, já. Já, hann Petar Planic er Serbi, 32 ára gamall og hann spilaði meðal annars í Serbíu og asísku meistardeildinni. Það er gaman að segja frá því. Er það ein og sama deildin? Nei, ekki sama deildin nefnilega. En hann kominn til að styrkja hryggsúluna í Þórsarunum fyrir komandi átöku í lengi deildinni. En þá er það þessi númer 22? Já. Nei. Jú, Líban Abdullahi. Nei, hann er 18 á vellinu samt, ekki? Jú. Ég sé síðan Anders Vilhelm stendur hliðin á Magga Sigurðar. Þeir eru áleika jafnvel ástæður. Jóhann Helgi liggur eftir í teignum. Já, þetta var... Sá nú ekki alveg hvað gerist, en hann er ekki að það staðin upp. Já, Líban Abdullahi er 25 ára gamall miðjumaður, hann er frá Sómalíu. Þetta er ekkert smá, ertu bara... Með hollenskt ríkisfang og er lengst þess að ferdi spilaði nefnseldi í Hollandi. Nú... Helstu enginn Líbans eru áræðinni í góð sendinga geta öryggi á bolta. Já, það eru gaman að fylgjast með honum í sumar. En Danni meðan setur nú til hægri á Hendriks á Nökkva, tilbaka á Dannan. Líban vinnu þennan og nú koma Þórsararnir 3-4 meðan sendingu inn fyrir á Jóhann Helga en þessi bara beint út af. Sjá, káamenn fara að hreyfa sig. Gunnar Örvar sem spilaði síðast fyrir St. Andrews klúbbinn á Möltu í vetur. Gerði ekkert annan að raða en mörkun síndist mér. Það var svoleiðis? Já, hann var yfir við Kolan. Já. Ég bara skil ekki hvað fekk hann til að koma tilbaka. Úr þeirra svo tökkingar og hittaði mér að hafa hingað til Akureyrar. Nei. Langur bolti hann er inni hann. Já, það ekki? Nei, haldi það. Palli flaggar þennan. Grímsheim er svona nýjan stíla hárbandi, svona breytt nækarband. Kemur Fannar færan í kastinu, tilbaka á Líban á Ólafur Aron tilbaka á Petar Planic. Planic á Bjarka Þór. Bjarki Viðars með hann langan upp og þar er Ívar með hann með enga press á sér. Tilbaka á Jæja með vinstri löppinni fram völlin. Beint á Hallgrím.
sem heldur honum inn á, en skallar hann, það er engin káamaður, heldur Líban Abdullahi. Setur hann Hermann Helga. 25 mínútur liðnar að fyrri hálfleik. Búið að vera frekar rólegt yfir þessu. Já, ég myndi segja það. Arðána fyrir þá sem eru að koma skjánu núna, sko, þeir eru svo sem ekkert múin að missa neinum ósköpum. Nei, sjá hérna Brynjar Ingi kemur út úr klefa káamanna með klakkapokka og teip á vinstra hné. Og hann sé ekki alvarlegt. Enda stutt í mót. Káa leikur gegn HK í fyrsta leik, 1. maí, laugardaginn 1. maí. Í Kórnum. Og spila síðan næsta leik að mér minnir föstudaginn 7. maí gegn KR á meistaravöllum. Byrjum á 2 útileikjum. Men Akureyrarvöllur er að koma sér í stand. Þú ert búin að vera svolítið Akureyrarvöllur undanfarna. Hvernig lítur hann út, Elmar? Hann er alls ekki grænn. Hann er alls ekki grænn. Og alls ekki sléttur. Nei. En það er spurning hvort við náum ekki grænum, en við náum aldrei sléttum. Hér er að Danni við fyrir gjöfun á Geiri. Grímsi tekur seinni bolta, Grímsi menn í tegnum. Búið að flauta. Byttu á hvað? Flautar á Geir, hann sparkar að nýj planets í. Það reynir þessa bakfallspyrnu sína. Valdi flautar aukarspyrnu, en Grímsi skoraði. Þetta mark telur ekki. Hann liggur ennþá og virðist vera frekar þjóður, en valdi nú ekkert að drífa sig að kalla sjúkraþjálfara Þórsar inn á. Er hann... Já, þetta er svona... Þumallu upp, það var ekkert að þessu. Nei, ég er svona í fljótu bragði, veit ekki hver er titlaði sjúkraþjálfari Þórsara. Nei, en ég veit ekki alveg heldur hvort það hefur einlega eitthvað verið á þetta hjá Geira. Nei, valdi tók svona Salamórdóm, easy way out og dæmdi hana. Kemur sendi ekki fram, Rodri vinnur boltan, en jú, Ásgeir kemur tilbaka og sækir hann. Geiri, ég ætla að segja Grímsi farði. Já, háfi aukaspyrnuna. Það er svo sem líka líkilatri að valdi fær ekki að missa tökin fljótlega eitthvað rugl. Já, maður er algjör óþarfi. Seba með hann inn fyrir, Hrannar með úti, hvað gerir Seba? Reynir að fara inn fyrir á Líban og það er hotspinna. Hotspinna sem er Káa menn, 7. hotspinna Káa í leiknum. Gaman að segja frá því á bekk Káa manna í dag er Kári Gautarsson, hann er einmitt bróður Dags Gautarssonar og sonur Gaut Einarsson lífsala, en þeir bræður eiga frænda sem er á Alþingi, var það þangað sem alltaf? Þeir eiga reynda frænda sem er á Alþingi, það er horrið hjá Almar, en það er gaman, alltaf gaman þegar að fjölskyldur eiga meistaraflosleiki fyrir Káa, en Dagun... Gauti, hann átti marga meistaraflosleiki, ekki? Jú, hann hefur verið áhorfandi á mörgum meistaraflosleikjum. Já, ok, var það. En svo spilar hann í Old Boys en Gauti og er markaðistur held ég núna eftir áramót síðan. Tveggja fóta frá Hendriks, hann náði honum aldrei, en Þórsararnir eru væga sagt reiðir. Flautaði valdið það? Já, hann er að spjalda hann. Jakob Snær, Guðni Sigþórsson, fyrir nefnda minn, verið sárþjáður og þetta er gult spjald á Hendriks. Hann var vissulega með... Báðfættunar? Hann var með 1,5 allavega í þetta. Já, 1,5. Eins og hálffótatekling. Já, svo sem ekki til því að gera. Nei. En já, Kári Gautsson var á bekknum með Káa í dag, það var gaman og svo eigaði þriða bróðurinn sem er að spila handbolta með Káa hann hvers það er í 3. og 4. flokk, mjög öfnilegu líka. En það er spurning hversu mörg börn... Viltu það ekki fara yfir þetta? Það er spurning hversu mörg... dóttur sem er líka í... Ég veit það, hún er 15 flokki? Hún er mjög öfnileg í fótbolta líka, Ásdís. Já. Það er bara spurning hversu mörg börn Gauti og Hafdís ætla að koma inn í meistarlokka af Káa. Það var staðið sér vel hingað til. Langur bolti fram, Rodri skattaði þennan á Hendriks og Hendriks á Nökkva. Nökkvi Hendriks brotið á honum. Nú verða, já. Það er svona... Já. Jóhann Helgi sýnir alltaf mikil viðbrögð. Ástríðufullu leikmaður, Jóhann Helgi Hannesson. Sko. Ég hef gaman að því, sko. Ég hef gaman að þessum mönnum sem eru duglegir og sýna mikla ástríðu, sko. Rodri, Ívar, nú vil ég fara að sjá eitthvað gerast, einhver alvöru færi. Já, þetta er, en auðvitað það er pínu þungt að spila í gegnum eins og sér, þeir sitja vel tilbaka. Já, þeir eru 11 fyrir 18 boltan. Það er bara þannig.
Íbbi og Danni komur hérna langt tilbaka. En þá er það einmitt okkar að reyna aðeins að teygja á þeim. Já. Stundum aðeins að vera öflugari að svissa vængjum hérna aðeins. Þeir gengur aðeins svo hægt. Þeir fylgja bara auðveldlega eftir. Haukur kemur með langan diagonal bolta inn fyrir á Grímsa, fær Bjarka í baki og þetta er aukaspyrna á vænlegum stað. Já, hann átti bara mjög auðvelt með að sækja þennan. Já, Bjarki bara staði sallarólur að hann geta sloppið með þetta. Já, klaufalegt fyrir Bjarka að gefa þessa spyrnu. Það er 1-0 hérna núna. Úrval skotfæri fyrir Hallgrím. Hann klikar ekki á þessu. Nei, það væri gaman að sjá þennan syngja í netinu. Já, ég er að segja það, hann er að fara inn. Þrír í vekk hjá Þórsurum. Ég hef nú sett 4 og 1 liggjandi fyrir aftan mögulega. Kemur Grímsi. Með skotur rétt framhjá. Hörkuspyrna á Grímsa en þessi var rétt framhjá stönginni. Já. Gústi eftir með eitthvað tölfræði hann okkur svona. 2 skot hjá Káa, hvorugt að marki, Þór 0 en hotspyrnunar. 5-0 í hotspyrnum en brotum. 6-4 fyrir Káa brotum, við erum yfir á flestum vikstöðum en var. En það telur vist ekki á markatöflunni. Þeir átt á 2 mínútur liðnar, Grímsi á Bjarka. Grímsi með vinstri, Bjarki drynkast eða hvað? Jú, nei, hotspyrna, enn ein hotspyrnan. Káa með 76% með boltan. Þessi tölfræði náttúrulega Gústa er alveg til fyrirmyndar sko. Ball possession 76%. Eru við að fá þetta upp á skjáinu eða? Já sko, spurði hvort við fáum hérna fjölda heppnari sendinga í fyrirháleik. Gústi þetta ekki að telja það. Kemur aukaspyrnan, Seppa, Haukur. Haukur út á Hendrik sem flengir hún bara inn í teginn og þar er Auðun út. Já, ég hérna eins og ég kalla aftur eftir því að við nýtum hennan hægri væng okkar aðeins betur. Já. Akkur flauta valdi ekki? Já, ég held hann alltaf að flauta. En fór hann aldrei í hann eða? Jú, valdi svona gaf bendingu sem ætlaði að gefa einhvern hagna. En allt í lagi. Eins og ég kalla eftir að við nýtum hérna hægri vængin okkar aðeins betur. Hann er... Nú fáum við brotið, jæja. Jájá. Valdi dæmið bara svo. Hann vil dæma. Það er ekkert var í dag. Þannig að eins og segi, ég kalla svolítið eftir að við nýtum hægri vænginn, Hendriks og Nökkvi, þeir eru báðir ösku fljótir. Það hefur farið meir upp hérna vinstramegin en Hrannar og Grímsa. Maður komaði meirinn í leikinn. Kemur Grímsi, setur hann fjær, Ívar skallar hann fyrir. Helvíti langt í burtu. Já, það er erfitt að búa til eitthvað þessu. Nökkvi í baráttunni og þennan eiga Þórsararnir. Steini Tryggva aðstóða dómari vissi sinni í sök. Gaman að sjá kúvendingun á einu manni sem verið á Steina Tryggva. Það var engin sem þoldi dómara minna fyrir svona 4-5 árum með Steini Tryggva. Nú er það þeirra að digga sér stuðningsmaður og sjálfur orðin hluti af dómara mafíu KSÍ. Hér er það Danni. Kloppar hann, virkilega skemmtilega gert hjá Danna. Vill fá brot, liggur eftir, stígið á hann segir hann en valdi flautar ekki. Það var Líban, tilbaka á Hermann. Þórsararnir held að spila út og gera það ágætlega. Elvar Baldvins með langan upp línuna á Jóhann Helga en þar er Ívar Örd sem skallar hann á Hauk. Haukur síðan líkar hann á Rodri og Rodri með klaufalega sendingu. Líban finnur síðan Fannar Dað á hægri kantinum. Fannar gegn Hrannari með skot eða fyrirgjöf sem Hrannar verst og þetta er hotspyrna. Danni hins vegar staðinn upp og komið tilbaka. Það hefur ekki meitt sér mikið. Sem er gott. Kemur hotspyrnan frá Þórsurum. Þetta er fyrsta hotspyrnan þeirra? Já. Hún kemur hérna fjárstöngina, í úthlaup og kýlir hann frá og Nökkvi með seinni boltan út. Hermann Helgi færa hann og setur hann aftur inn í teginn en það er bara Ívar. Rodri mátt bara kalla á þetta. Já, Seppa.
Áfram með hann, 3 í honum, tilbaka á Hrannar og Hrannar upp á Ásgeir. Ásgeir með pínu tíma til að taka við honum, setur hann að danna. Nú geta KM komið hratt, Þórsar er ekki í stöðu, setur hann til hægra á Nökkva. Kondu nú á þetta, drengur. Jonathan kemur á hlaupu utan á og Ásgeir inn í tegin. Finnur Ásgeir, aðeins og langur en Jonathan tilbaka nú, KM konir í hörkusókn. Jonathan, Nökkvi á Líban og Valdi segir play on. Hár rétt sannlega hjá Valda þarna, fór auðvitað niður á Nökkvi. Þú hefur ekki farið niður á hana? Nei, það var eiginlega... Þetta var fullít. 9 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og Þórsar er einkast djúpt á eigin vallarhelmingi. Elvar og Líban. Danni í baráttunum með hann. Finnur Elvar aftur. Já, brottdæmt á Rodri. Rodri ekki sáttu við þetta. Þannig að Þórsararnir gefur sér smá tíma að stilla upp. Kemur langur bolti fram, þetta skallar Haukur hefur í burtu. Sepa tapar honum. Líban inn á Jakob. Jakob klopp á Rodri en Sepa mættur og bjarga félaga sínum. Boltinn komin til hægra á Jóna. Nú vil ég sjá Jóna taka á rás með boltan. Hendriks upp línuna á Nökkva, frábær sending. Hvað gerir Nökkvi út í tegina á Ásgeir en þarna er... Þarna er þetta meira, við erum að... Nýta þetta. Já, skilja á meira eftir þannig. Hermann Helgi var fyrir þessa sendingu og hotspinna sem KM uppskera. Ég var að fara að fá okkur... Hvað var gömlu góða regla? 3 hotn jafnt á mark? Það var 3 í röð. Já, 3 í röð, já. Ansans. Mér skilst það að sé ennþá þannig, þú fóðu bara mark út af það. Já. En við erum alltaf ekki búin að fá hálft færi på hotspindunum okkar. Nei. En sjáum hvað setur. Grímsfjall að taka það sem er vinstri. Kemur innsving. Og það er inn í miðjan tegin og beint í hendurnar á Auðun markmanni. Ætlaði að segja hellu. Ha! Oj, drengir. Smá áraugstur hérna. Stoppaði leikinn, Valdi. Nei, stopp þarna. Já. Hann gerir það sjálfsög. Já. Þó svo þetta rúsast við að Jonathan Hendriks hendi sér fyrir þetta einkast. Mér sýndir samt Hendrik hvað, sparki í magan og Nökkva. Já. Þá kemur okkar besti Halldór Hermann. Hlúir að Nökkva. En Þorri Mar, bróður Nökkva, er ekki í leikmannum K í dag því að hann glímir við smávæli meðsli. Sýkingum tá? Ekki reynda sýkingu í tá, það er sennilega á leiðinni. Nei. Já, Elvar Árni heldur ekki í hópnum. Sýnist þið Dóri hafa stækkað? Sýnist mér? Já. Nei, ekkert frekar. Nei, sýnist það vera glítið. En það er læg með Nökkva, heldur þarna aðeins vinstri öxlina. Við erum ekki að gera hann breytingu held ég. Kemur krossinn og Ívar skallar í burtu. Rodri og Danni, ekki alveg nógu góðan skalla. Og alltaf bit hann í KM, pínu græddu. Hermann á Plancic. Öttur á Hermann. Sýnist Hallgrímur Jónásson aðstæðalari K.A. er alltaf í 8 varmönnum. Spurning hvort hann sé að taka eina skiptingu í fyrri hálfleik. Það er telja vist ekki það nokkuð. Minnir að séu bara 3 stopp leifili í seinni hálfleik, 5 skiptingar, en í fyrri hálfleik séu ótakmarkað. Ég man ekki, við spilum nú í þessu mótið það ekki Hjalmar. Ekki ég spilaði alltaf hann. Já, ég var ekki. En Gulli setur örugglega reglunar í þessu móti, hann á þetta. Já, þetta er nú sannlega síðast að kjarnafæðsmóti. Það er svoleiðis. Er ekki búið að saman nálega kjarnafæði? Já, meinar. Já. Kemur Nökkvi. Nei, þetta er Sepa. Rodri og Ívar. Það er að verða konar 40 mínútur af hægum fótbolta. Já. Hrannar. Fannar það til varnar, Hrannar með krossin á fjær. Það er Nökkvi í baráttunni við Hermann. Dæmdur brotlegur. Já. Sko, ég veit ekki en Hatti fór og náði einhvern og eini mann sem skokkar átt á bekknum er Steinþór Már Auðunsson. Eru að taka markmannsskiptingu? Markmannsskipti ég mark? Æ, við sjáum hvað setur, en Auðun allavega með markmyndur á Þórshöfnum. Já.
Já, það var sennilega verið mastykki samt. Þetta er nú Já. allt of seint Valdi. Elvar með tæklingu á... Enda dæmir Valdi á þetta. Já, hann flautaði. Að sjálfsögðu. Hann er samt ekki að færa í vasan. Það var ansið seint. Já, Rodri í lagi allavega. Það er fyrir öllu. Kemur Hendricks. Haukur í B. Rodri. Hendricks. Ef við gerum að ná henni inn í fyrirháleik. Jú, en það er náttúrulega þegar að hérna... Haukur upp í línuna á Hendricks. Og Rodri tilbaka á Hauk. Þórsararnir eru allir 11 vinnu á sínu þriðjung at the moment. Seba í B. Ég fann að minna á íslenskan landsliðið að háa. Haukur. Sama skapið erum við kannski ekkert beinlínus að minna á Við erum ekkert Argentínu. Nei, eða hvað þannig, sko. nota bene Ísland-Argentína fór 1-1 eða ekki? Jú, það er rétt. Akkurat. Nökkvi, nei, Hendricks. Haukur. Seba. Ívar. Hrannar hérna laus út í vinstra megin með pínu pláss núna. Þarna, við erum aðeins einmitt að teygja á þeim aðeins betur, þannig að náum þeim aðeins. Seba fæ tíma á boltan, finnur Nökkva sem er komin út alveg vinstra megin. Hvað gerir Nökkvi? Ætlar að setja hann inn á Hrannar. Þetta voru einhverja 50 sendingar hérna K-leysis áður en þessi endaði síðan aftur fyrir mark. Þórsara án nokkurar hættu. 2,5 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Áhorfendur góðir. Kemur varspyrnan á Bjarka. Bjarki nær honum en Grímsi í baráttunum, seinni boltan. Bjarki um meina Danni. Já, skallar hann á Rodri. Rodri tilbaka á Hauk. Og aftur hefst sóknaruppbygging Káa. Sjáum hvað verður núna. Það er Ívar. Þarna vil ég fá að sjá aðeins meira bara ípa upp í... Þarna einmitt kom sendingi frá Ívari. Já, á Hrannar. Hrannar færi til að krossa. Og svo koma með þetta Kemur núna. fastu kross en þetta er skalla burtu af Þórsurum. Hallgrímur færa hann fyrir utan tegin. Með tíma til að aðtána sig finnur Sebastian Brebels. Brebels með skot með vinstri sem endar aftur fyrir endamörk Þórsara og þetta er hornspyrna á Stórháttilegum stað. Þegar 1,5 mínútur eftir að fyrir á leik. Sjáum að Jaló er farin að hlaupa hérna. Halda á sér hita. Kemur Grímsi með spyrnuna, hún er á fjær í B-loftið en skalla fram hjá. Íbygg gerir alltaf árás á boltan allavega. Já, já. Já, já. Það er spurning, Gústi, hvort við fáum einhverjar ball possession tölfræði svona þegar þetta er að smella 74% með Káa, 26% Þórsararnir með síðustu 5 mínútur. Káa 88% með boltan, Þórsarar 12% með hann. Þetta er svona pínu dómerandi. Káa með 7 hotspurningar, einni hjá Þór en ennþá bara 2 skot og hvorugt á markið hjá Káa, ekkert hjá Þór. Það er Ívar. Ívar leikur sér að eldinum hana. Ólafur Aron hans fyrrum samherji hjá Káa, pressaði á hann. Haukur leysir þetta vel. Haukur klókaleikmaður. Hendricks en hann er hlaupinn uppi af Jakobi Árnasyni og hættuleg sending aftur á Hauk. Nú eru Káa í vandræðum. Jóhann Helgi hins vegar svolítið einn á auðum sjóðarna. Sebastian Brebels og þetta er hot sem Þórsarar eiga. Þetta erum við svolítið að gefa það, Myndemar. Já, þetta var rauninni bara algjör flöðskapur. Það er ekki bara svona pínu típist þegar það kemur eitt mark upp úr þessu. Já, ég langar ekki að tala um það en Nei. það er jú Það væri svona beint í andlitið. ansi þungt högg. Já, Rétt fyrir hálfleik. Og það er Ólafur Aron, okkar helsti spyrnisjárfræðingur sem ætlar að spyrna þessu fyrir markið og Þór. Hvað gerir Þórsarar? Sjáum að Bjarki Þór hann er alltaf einn á fjartfenginni.
boltinn, þetta beint í hennar og jæja, nú getum við sótt hratt. Komum hratt í leik, Danni með tíma, finnur út til vinstræði megin Grímsa. Nú koma K með 3-3 eiginlega. Já, nú eru Þórsarnir búin að boltinn inn fyrir á Geira. Geiri heldur honum inn á Guðni Sigþórsson til varnar, Geiri aftur út á Grímsa, hvað gerir Grímsi með frábært skot sem varið og fram. Þetta fyrst skotið á marki í dag og vel varið hjá Auðunni. Ágætlega útfærð skyndisókn á okkur K-mönum, það fer okkur ágætlega að sækja hratt en það er mikil dýnamík sem býr í K-liðinu. Uppbótartíminn náði ég ekki hvað var uppgefin en það er komin rúm 1 mínúta fram yfir. Var einhver að henda upp skiltið eða? Það var ekkert skiltið sko. En mér finnst líklegt að þessi hotspinna sé svona það síðasta sem markverða sem gerist í þessum fyrirháleik. Hann valdi fljótlega eftir það. Kemur stutt, Nökkvi Grímsi. Stuttur og Danna hætti beint að æfingarsvæðinu. Grímsi og inn á fjær og þar er Haukur í baráttunni. Ólafur Aron og Rodri á undan í boltan. Rodri leitar að krossinum, finnur hins vegar Hauk hérna úti. Haukur út á Hrannar með pínu tíma, finnur horfinn í teginn. Settur boltan inn á Geira en Auðun og smá árekstur á það inni. Vondur í lagi með alla. Þetta voru Ívar og markmaðurinn. Auðun sem lendi í smá árekstri. Auðun ætlaði að vera snöggur og konum í leik. Og við trúaði að valdi fara munda flautuna. Eða hvað? Nei, Haukur á Seba út til vinstri á bræðurnar, þeir eru báðir þarna. Þórsarnir trekkinn á miðju. Já, þarna flautar hann af. Komið hálfleikur hjá okkur í úrslitaleik Kjarnavarsmótsins staðan 0-0 að loknum fyrrihálfleik. Töluverð ein stefna að marki Þórsara í fyrrihálfleik án þess að við sköpum okkur nokkur alvöru færi. En já, við sjáum tölfræðinni á skjánum hjá okkar Berta Ágústi Stefánssoni. Það var 74% boltan en eins og ég segi, Elmar, við höfum ekki fengið neitt alvöru færi ennþá. Nei, ja, það kom ágætt skot hann í lokin en það er hugsalega það. Hugsaði það eina. Já, ég myndi segja það. Já, en við tökum okkur 12 mínútna pásum og komum brakandi ferskir inn í síðari hálfleikinn eftir.
Já, verið velkomin aftur að við tækjum áhörundu góður í höndfer síðra hálfleiku Káa og Þórs í kjarnavæðmótinu. Káamenn að mér sýnist að gera 6 breytingar á liðinu. Ég veit að út af að fara Jonathan Hendricks, Daniel Hafsteinsson, Ásgeir Sigurgeirsson, Kristján Eyjaló. Þeir fjórallana, við sjáum þetta bara leið. Miðverðirnir ennþá þeir sömu, það Ívar og Haukur, bakvörður Jonathan Hendricks og Kári Gautason. Hann er mættur. Miðjunni Andri Fannar Stefánsson, Þorvaldur Daði Jónsson, frændi minn, og Sveinn Margeir Hauksson. Vinstri kantur Steinþór Þorsteinsson, Gunnar Órar Stefánsson og Nökkvi ennþá inn í hægra megin. Þannig að þetta eru Grímsey farin út, Rodri farin út og Danni farin út. Hrannar. Já, Hrannar farin út og Ásgeir farin út. Þannig að þetta og að sjálfsögðu Steinþór Már Auðunsson kominn í markið. Steinþór lítur bara eins og öllum öðrum leikjum í þessu kjarnafæðimóti að setja 2 mörk. Ég held það. Ég veit að Gulli var búinn að græða eitthvað kjötpakka handa markahæsta manni mótsins. Það hefur undanfarinn árið fyrir Elvar Árni Aðalsteinsson. Það er spurning hver tekur það núna. En ætlar að fara yfir breytingar hjá Þórsurum. Þær eru að mér sýnist bara í fljótu bragði. Þessi númer 15 er Guðni Sigþórsson, hann var inn fyrir á leik. Ég segi það. Hann var tveggja fót tæklaður af Jonathan Hendricks. Elvar Baldvins byrjar hérna á skalla beint á Hendricks. Hann var allan tíman. Sveinn Margeir Hauksson, einn efnilegasti leikmaður Káa-liðsins, var valinn efnilegasti lokahónu í fyrra sem samt aldrei var haldið. Þorvaldur Daði, fæddur árið 2002. Kári Gautason með kross, Kári Gautason, þetta er beint á Auðun í markinu. Þetta er skot á mark. Já, ég hef ekki telja, Gústi, þetta er skot á mark. Þetta er skot á mark, það hlýtur að vera. Og Káamenn halda áfram pressunni, Sveinn Margeir Ekkert á þetta, komdu núna skjóttust bara. okkur. Reynir að finna Steinþór í lappir, gengur ekki, ég vil sjá Sveinn Margeir skjóta þessu bara. Haukur á undan Jóa gerir ágætlega, Ólafur Aron hins vegar vinnur boltann, setur hann upp línuna á Guðna, Guðn er öskufljótur gegn Hauki Heiðari og svo kemur Hendricks í bakkvöpið. Þú ert alveg á því að hann hafi verið í fyrirháleik líka. Guðni? Já. Já, fyrrum nemandi minn, ég kenndi honum í mennskólanum. það. Já, þetta veit ég alveg. Já. Nökkvi, þetta er lausending nú, Elvar Baldvins. Þú getur ekki dæmir, dæmt á jæja. þetta. Þorri sparkar í boltan, sko. Nökkvi mennur þau. Og hann líka. Já, hann líka. Þorri er ekki hóp í dag. En Þórsarar aukaspyrnum, ekki á hættulegum staðreyndar. Kemur hann beint á Líban. Þórsarnir færa hann yfir hægra megin. Bjarki Viðarsson. Meðan inn á Jakob Árnason. Jakob inn í tegin en þar er Þorvaldur Jónsson með stuttasending og Steinþór Freyr. Steinþór Freyr, ég hef nefnilega mikla trú á Steinþór Freyr fyrir tímabilið í sumar nefnilega. Hann haldist heill og ná að sína hæfileika. Gunni hlaupi nú. Já, Gunni heldur hann ekki inn á. Það er enga sem ká á. Sveinn Margeir er svona direkt, ég hef gaman að honum, en þetta var hins vegar ekki alveg nógu direkt því að Jakob Snær vann þennan frekar auðvitað á honum og Líban færa hann. Guðni út til vinstra megin býður sig en Jóhann Helgi færa hann lappir. Haukur hefði settið press á hann. Jóhann Helgi hendur svona vel í treinu á Hauk, hann valdi ákveður að segja play on. Langur bolti fram frá Petar Plancic og þetta er beint út af. Káamenn heimkast við eigin varamannbekk. Þeir sem eftir sitja varamannbekk Káa eru Elvar Máni, 15 ára gamall drengur, Adam Guðmundsson. Já, þessi ekki upptalið bara. Og rest. Haukur á Nökkva. Nökkvi á Þorna og Sveinn Margeir. Það er orðið það fullt á vellinum að það er byrjað að tilla sér upp á Lundarskóla. Þakki á Lundarskóla. Gaman að heim. Steinþór, Kári utan á leipinu. Andri Fannar á afmæli á morgun. Sama dag á mamma. Jæja. Þetta er Hendricks. Það var lesið bara eitt sjann í fyrradag, sko. Ólafur Aron gerir þetta virkilega vel að halda sig hjá sér. Finnur Guðna. Guðni á sprettinum, Andri Fannar til varnaðar. Afmælisbarn morgundagsins. Guðni fer fram hjá honum, en þá kemur hins vegar jafnaldri hans Haukur Heiðar Hauksson.
og reynsar upp. Sveit Margeir, Haukur Nei. tilbaka á Hendriks. Mér fannst enginn alltaf að fara að vera þarna. Haukur og Andri kom úr 1991 Akademíu KM sem að er hérna svona var einn stjörnuárgangur hérna í back in the days. Makker, hann var einn af... Það passar. Herru, þetta er ótrúlegt atvik hérna að gera svona. Jakob Snær með skot sem er bara inni. Káa átt þetta innkast. Ég er ekki alveg að... Hann er að tala við Valda og... Já, Káa átti innkasti sko. Það sá allir sem að vilja sjá en... Þetta var Jakob Snær Árnason, leikmann með 14 sem skoraði fyrir Þór. Nei. Já. Hér var hins vegar eitthvað reikisett að hann þeir tóku bara yngast Þórsarnir sem káa með náttu og þeir sögðu bara play on og upp úr því varð þetta skot sem að, já, ef ekki að segja ég hefði viljað sjá Steinþór verja. Jú, allan tíman en já, ég er bara einhvern veginn, hvernig var þetta hægt? Já, það er góð spurning. Haukur, Nökkvi, Haukur, Sveit, inn á Nökkvi aftur, vel spilað á Káa. Hvað gerir Nökkvi, hvað á þetta drengur? Klára þetta drengur. Setur hún á Steinþór. Já, Káa er ekki lengi að þessu. Steinþór Freyr, þú sagði þetta, hann myndi sýta 2. Allan tíman, alltaf með 2 mörk í þessu leik. Glæsilega gert, virkilega vel spilað hjá Káamönnum. Já, það var flott samspil hann í byrjun og... Já. Við séum hvörtuðu myndan því að það var ekkert að gerast, nú erum komið 2 mörk á 45 mínútur með senni. Já, það er löngu búin að skipta. Já. Virkilega vel gert. Nökkvi meðan setur hann hérna yfir á Steinþór, Steinþór tekur 1 touch og smyr honum upp. Þetta er virkilega fallega gert. Virkilega fallega gert. Þannig að staðan er 1-1. 2 mörk hérna á hvað, einhverju 90 sekúndum. Það var ekki mikið meira. Maður er bara búinn að reisa sig við, þetta er orðið það spennandi. Já, þú ert bara staðin upp. Kemur langur bolti inn, Kári tekur þennan á kassan og svo út til vinstra á Steinþór. Eins og ég segi, ég hef mikla mætur á Steinþór fyrir sumari. Já, ég vann... Helst heil. Já, allan tíman og næði aðeins lengra en Kjarnafæðimóti. Hann er sterkur þar. Þá var það Hendriks, Sveit Margeir, kemur út hérna hægra megin. Með fyrirgjöfina og þar er Bjarki sem að reddar á því síðustu stundu. Því annars hefði Steinþór verið að skora annað mark. Það er eiginlega ekkert alveg, það er bara, hann er alltaf að fara að skora 2 í dag. Þú kallaðir þetta? Já, allan tíman. Þá er það Sveit Margeir sem að tekur spyrnunar. Fyrst að Hallgrímur er komin út af. Sveit Margeir, stuttan á Nökkvi aftur á Svein. Ég er ekki hrifinn af stuttu hóttumir var. Sko, þetta er Og skjóttu drengur. Þorvaldur Daði Jónsson með skot sem að Auðun ver. Hvað erum við að vera búin að tífalda skot á mörk í seinni hálfleiknum? Heldur betur. Þetta er allt annað, þetta er hérna... Já, þetta er skemmtilega allavega. Já, miklu meira var ég þetta núna. Andri, Steinþór. Og svo... Nökkvi býður sér í hlaupið, Steinþór ákveður að nýta hann ekki alveg strax. Heldur kemur hann með á Hendriks. Hendriks missir hann aðeins svo langt frá sér. Klaufalegt hjá Hendriks hann að einbeitingarleysi. Já, algjört. Andri Fannar til varnar og þeir kom með hann langan upp. En þar er engin nema Steinþór Már Auðunsson. Haukur Heiðar. Og Ívar. Andri á Kára Gautsson. Spurning hvort að þeir bræður. Flottu bolti hjá Jóa hann inn á Jakob Snær og Jakob Snær í fljótur. En það er Þorvaldur Daði líka sem hleypur hann uppi og sendingin þar hann enda ekki góð. Haukur Heiðar vel staðsettur. Ég myndi ætla að fara að segja spurning hvort að Kári deili sömu eiginleik koma bróður sinn. Gríðarlega mikill félagsmaður og góður á velli. Spila báðir vinstra megin. Dagur í vinstra horninu og Kári í vinstri bakverði. Það var Hendriks. Og Hendriks með hann upp línuna þessi farin út af.
Nú flaggar Palli. Já. Ha, nú flaggar hann. Elvar Baldursson. Það gott við viti hvað ég að gera við þessa flagstöng. Já, Húsvíkingurinn Knái býst til að taka engasti. Ég veit það var mikið uppsett í fjölskyldu Elvars og Rögnu þegar Elvar sænaði fyrir, eða sérst Elvar Baldursson sænaði fyrir Þór. Þegar Elvar Árna og Rögnu því að þeir eru miklir vinnir. Þeir, já, eða voru. Þeir máar. Hendriks á Sveinmargeir. Sveinmargeir Hauksson með þennan skemmtilega bolta hérna Þorvaldur Jónsson inn á Gunnar en Hermann Helgi kemst fyrir þennan og Sveinmargeir vinnur boltan hann að Ferenc Skver af Líban en Þórsararnir koma þessi í burtu. Kári í baratunum við Fannar Malmqvist, Bjarki Viðarsson og þarna mætir Andri Fannar. Já, ég var nú kannski kominn á langt með að segja frá 1991 akademíunni hjá Káa. Nei, ég var alveg... Þú varst spenntur að heyra frá henni, það ekki? Jú, þetta var hérna Íslandsmeistarárgangur í þriðaflokki kallaði knattspyrnu. Þar voru meðal annars leikmenn Haukur Heiðar Hauksson og Andri Fannar Stefánsson og svo fyrirlið Káamanna þegar við fórum upp úr lengjudeildinni hann Davíð Rúnar Bjarnason. Svo náttúrulega bróðir minn Jón Heiðar Sigurðsson sem er handknattspyrnumaður í dag. Annar Jón Heiðar var Magnússon, örfættur, spilaði fyrir Magna meðal annars og Dalvík og fleiri. Þannig að þetta var hörku árgangur. Já, þetta var góð punktur hjá þér. Einn afreiks golfari líka, Örvar Samúelsson. Já. Og ekki gleyma því. Viltu fara eitthvað yfir fjölskyldutengsl eða? Já, svona þú veist, það verður að leiða Bjarka út af. Þannig að sjáum hvað setur. Það er aðeins að hversa. Já, það er aðeins að hversa. Séð á Sævari, hann er farin að sökkva hausnum á sér honni í axlinu. Hann tekur á sig djúsvind líka. Jóhann Helgi Bartinu Ívar og Kári hins vegar. Þórsararnir kalla að vilja fá eitthvað. Ívar, höfuðmeiðsli valdi minn, stoppaðu kalli minn. Stoppaðu, já. Þarna hleypur Jói bara á Ívar sínist mér. Vonandi lagi með hann, Jói fyrir aðtöfa með hann. Jói er passionate og hann lætur finna fyrir sér en hann er líka alveg biðið menn afsökunar ef hann gerði rangt á þeirra hlut. Ég er hrifinn af Jóhann Helgar sem leikmanni. Svo þú að byrja það. Það er spurning hvort að Andri myndatökumaður vilji zooma á stúkuna þetta hinum megin og hann á Lundarskóla. Gaman að segja frá því, það eru þetta tveir menn sem hafa það virkilega huggulegt. Já, ég myndi segja það. Komuð þeir með stól með sér? Í algjöru skjóli fyrir norðanáttinni. Sunnanáttinni menn ég. Algjöru skjóli fyrir sunnanáttinni. Ég er búin að missa. Er sunnanátt samt? Það er léttur andvari. Að sunnan? Að sunnan. Ok. Nei. Það er nettur sunnan andvari, Elmar. Ok. Suðvestan. Henni kemur Ívar. Upphotnið á Kára Gautsson. Inn fyrir á Steinþór í kapplaupi við Petar. Steinþór hefur betur og það er hornspyrna. Hornspyrna. Beint í vító ef jafnt, já. Engin framlengir í dag. Já, þeir þurfa þá að skora eitt í Nei, býtu, er þetta ekki bara hlut af deildarleik? Ég ætla að viðurkenna fáfræði mína. Já. Það væri vissulega ef þetta er bara partur af riðlinum að annar lið væri búið að tappa stíi, þá gæti þetta ekki verið það. Markatala. Það er svoleiðis. Já. Eru tveir riðlar, ekki bara ein A-deild og ein B-deild? Ég get svo svarið það. Hér er tölfræðin á hreinu. Það er svoleiðis. Já.
Kári á Svein Margeir. Svein Þorvaldur dansar með boltan, Líban tekur hann á hann og sendir tilbaka á Auðun. Auðun með sendinguna á Haukur hefði gerið vel. Svein Margeir og Nökkvi gerið vel, fer fram hjá Líban. Reynir að finna Gunnar Örvar í lappi við fá aukaspyrnuna, fær ekki til að valda en Káur konum með boltan strax aftur. Haukur yfir á Ívar. Haukur bara búinn að vera flottur núna eftir að hann kom inn á. Engin spurning. Steinþór inn á Þorra. Þorri reynir að koma honum inn á Nökkva en Steinþór vinnur næsta bolta. Gaman að sjá Steinþór, hann er búinn að vera mjög líflegur eftir að hann kom inn á líka. Kári heldur þessum inn á, bara þurfir Bjarka Viðarsinni, setur hann út á Steinþór. Steinþór út á krossinum, setur hann stuttan á Þorra, reynir að fara í þrýtingarspilið, verður ekkit úr því og þessi hreinsar fram. Haukust gallar þessan og beint á Ívar Árnason. Spurningum að færa Steinþór bara í hafsendin með Steinþór í hafsendin með Hauk og færa Ívar aðeins ofar. Já. Það væri eitthvað. Já, Þorri, Kári, Andri með fyrirgjöfuna. Þetta er beint í hennar á Auðunni. Hann hefur verið duglegur að koma út úr markinu. Já. Já, það voru 2 riðlar í A-deild og þess vegna var leikurinn 3 sett í gær. Hefði getað sagt mér það sjálfur. En? Hver? Hann er Valtýsson. Eða er hann Auður Ingi Valtýsson, já. Já. Þetta er það ekki? Nei. Hann er svona einhvers lítur að vera. Já, er það ekki? Já. Ég held að þetta sé ekki. Steinþór með henni í markinu að káa. Frekar rólegt yfir þessu. Þórsar er að gera Þið áttu bara að vita ef þið vita eitthvað við, ef þið vita einnig í síma. Þeir eru að branda síðan. Ég var búinn að læna því upp fyrir það. Já. Tvöföld skipting hjá Þórsurum. Út af fóru Líban og Guðni Sigþórsson. Inn á voru að koma leikmaður númer 16. Bjarni Guðjón Brynjólfsson. Ætli sé ekki svona Binna Sveins? Er það ekki? Já, Binni Sveins fórum á lungra knattspyrnudeildar Þórs. Toppdrengur. Og leikmaður númer 7. Ásgeir Marino Baldvinsson. Þekki ekki frekari deila á honum. Svona Baldvins, já. Það var tæft, þetta var rosa tæft. Já, en Palli vissi sín sök. Já, nú er þeir farnir að lifta þessu einstaklega vel. Já, Elmar. Aðeins dottið niður eftir 4 uppásmínútur í fyrri hálfleik. Steinþór. Haukur. Haukur á Íba. Sveinn Margi var hann með fínt hlaup. Íba á Kára. Kári. Já, vel gert hann. Já. Og gotum með hann yfir. Haukur færði hann yfir strax á Hendriks. Setur hann bara upp í hotnu á Nökkva. Hendriks kemur utan á hann. Og svo inn með þetta einhver. Virkilega vel gert hjá Nökkva Þóri sinni. Sveinn Margeir, Andri Fannar. Heyrðu, valdi minn. Í guðana bæni. Næja, Þorri fór allar niður í tegnum og var líkt af þessu en valdi ákvaða dæmi ekki. Hendriks sem endaði út í hægra megin, 3 í tegnum með Káa. Gunnar Örvar í baráttunni við Hermann Helga. Ekkert flautað en þá. Andri Fannar búinn að vinna hann, Þorri. Já, góð tækling hann. Nei. Jæja. Svo kallaður Salomónsdómur. Já, þarna var hann bara, stóð hann hreinlega í lappinnar og tók boltan.
En þarna fannst mér eins og einhver hafi verið rifið niður með 2 höndum. Já, hann inn í teiknum á hann. Inn í teiknum á Já, hann. ég er pínu sammálaði bara. Þórsari þetta innkast á miðjumvellinum. Kuldalegt hjá okkar mönnum í skílinu. Bane, Steina, Adda og Hatta. Það er svona verða eiginlega heilt yfir þetta. Aðeins búið að tínast úr hopnum sinns mér. Já, úr áhorfendastökunni. Já. Eru þeir allir að færa sig yfir í Lundarskólann? Hér liggur Bjarki eftir. Kannski búið að fjölga í skotastúkunni líka. Já, það gæti verið. Það gæti nefnilega verið. En okkar 1-2 varamenn sem eftir eru, Elvar Máni og Adam Freyr. Þeir eru að hitta, þeir koma nú alveg pottið inn á. Adam Örn, það sjálfsögðu. Nökkvi. Við séum hún að tafa þetta eða Þórsararnir. Elvar með innkasti á Jakob. Hann káða með vinnandi á honum. Kemur langur bolti inn fyrir á Gunni, barðunni Hermann gerir hins vegar ágætlega. Ólafur Aron með langa bolta fram og þetta er þá kapplaup milli Hauks og já, ok. Þessi farinn. Þessi var að koma inn á það ekki? Já, þessi var að koma inn á, Nikolaj Kristin Stojanovic. Er þetta einhver nýr eða? Ég held að þessi sé gegnum hérna Sónars Dragans. Nú, já. Með eftirnafnið og allt þetta. Þá held ég að þessi er í nokkuð sem þetta sé Sónur Dragans Stojanovic. Steinþór. Ívar. Haukur. En gæti hann samt sem á að vera nýr í Þór þá eða? Það gæti alveg verið. Já. Þekki það bara ekki. Nei. Þór Haukur over undan, sem hann er. Settur hann út á. Vilkjæða vel geti. Hendriks heldur hann inn á. Hendriks aftur á Andra Fannar með tíma á miðjunni. Þórsararnir 10 menn fyrir aftan boltan. Steinþór Freyr. Kári Gautsson. Kári á Andra Fannar. Það er svona það sem að skapa þetta marki okkur áðan var einmitt þetta hraðaspil sem kom aðeins upp í smástund. Andri inn á Nökkva sem er frábær hælsending á Andra Fannar en búið að flagga. Gaman að segja fyrir því að Atli Snær, bróður Andra Fannars, spilaði þriðarsleikir í gær með KF. Það sem að hann er í liði KF og vann 5-0. Atli Snær Stefánsson. Báðir eru þeir síðan Stebba Óla sem var Íslandsmeistari með K 1989. Bara svona fyrir áhugasama. Menn þá leggja pennanum bara núna og hætta skrifa niður búnta. Það er Planic sem tekur aukaspyrnuna, sendir hann á Auðun. Gunnar var í pressunni. Auðun til vinstri á Hermann og Auðun er ekki að missa það frá sér maður. Gunni aðeins og seinna ná honum. Hann hlæraði þessu Auðun, hann hlæraði þessu. Þetta gekk aldrei nálægt í þannig. Já, heldur betur. Hér er það Ásgeir. Fannst Gunni vera pínu seinna að geta hreinlega stoppa sig af. Gekk bara framhjá þessu síðutogari maður. Ja, Gunni er náttúrulega vanlega að spila í 32 stiga hitta í miðjara hafinu. Reyndar, hann myndi bara togna við þetta. Elvar Baldvins. Við sendum Gunni inn fyrir þetta og hennar á Steinþóri. Skilur þú litasamsetningun á Steinþóri með bleikusokkana? Nei. Nei, ekki heldur. Er þetta klassíkusokkar eða? Ívar og Haukur. Andri. Steinþór. Kári. Missir hann út af hann. Langur landingast fram á Ásgeir sem að fleitur hann áfram á ætlaði að senda hann á Jóhann Helga en þessi er á Steinþór sem gefur hann stuttan á Haukaðar.
Haukur Geiri hérna komin í áhörndastúkuna, ætla hans ég tali með í þessum 93. Hann sleppur inn í það. Sjóna á nökkva Og svo skjótu. komdu með þetta Drengur. Ég er bara verið að sjá hann skjóta. Já, allan tíman. Andri út til vinstra á Kára. Kára minn samt ekki nógu margir inn í boxinu eða hvað. Nökkvi. Gerir vel. Gunni er sterkur í þessari stöðu en Bjarki les þetta eins og opna bók og kemur honum frá og Auðun grípur inn í. Auðun Ingi. Elvar, en þetta er léleg sending, Sveitmarkir les þessa og Ká á innkast. Hendriks á Nökkvi á Steinþóren. Já, Íbi og Haukur sem staðið hafa sem klettar hérna í miðvarastöðunni og sem haft brjálað mikið að gera. Ég heyrði þessa lausubolta, lítir sem þetta að segja af þessu marki, menn voru þá að pæla hver ætti innkasti held ég. Já, sem Þór skorar. Já. Já. Hendriks, hann er pressaður. Og er með hann. Já. Skemmtilegu kloppið þannig en Hann stígin út. Þetta fáum við sem hot. Já, hot. Já. Kári 2003 módel. Hendriks fær hann stuttan. Og svo á fjær. Kemur með hann, en þetta er skallað burt af fyrsta manni. Hefur ekki verið að koma nógu mikið út á hotspyrnunum að Kalmar. Nei. Er ekkert að æfa þetta? En maður hefði haldið það. Já. Þú sem gamall skallamaður, þú hefur orðið hundfúll að fá þetta bara alltaf á fyrsta mann. Já, það er einstaklega sterkt að þetta ná allavega að drífa yfir fyrsta mann. Já. Peysu tók hann en jújú, hann flautað. Nökkvi dæmdi brotlegur og fær spjald. Það er fyrsta spjald leiksins. Nei. Nei, þetta er ekki fyrsta spjald leiksins. Sjálfsögðu fekk Hendriks. Þetta er annar spjald leiksins. Þetta er annar spjald leiksins, bæði á Káa. Já. Þannig að, nei. Þetta voru nokkið mikla sakir. Það er gott að tölfræðan sé á hreinu. Já. Íbi með fullorðins að búa að flagga. Þetta er rangstað. Já. Hendriks. Eigum við ekki að fara að fá mark í þetta? Hann lítur að styttast í það. Steinþór er að fara að setja hittmarkið sitt. Kári með mikinn tíma hann að vinstra megin, sjáðu þið. Það gerir Kári. Gunni. Já, heldur honum. Sveitmarkir, Gunni aftur, tilbaka á Hauk. Ég held að Hauk sé að það komið skotið. Já. Haukur á Hendriks getur krossað, hætti við, setur hann stuttan á andra fannar, Andri fannar að móttaka hans víkur hann aðeins. Hendriks aftur, þetta fer í bakið á Brynssonu, já. Haukur hér. Íbi, Haukur. Hanna, haltu þessu Drengur. Já, vel gert Nökkvi. Núna þarf bara að koma með skotið Drengur. Jæja, hafðist ekki þarna. Ætli tölfræðin sé eitthvað búinn að breytast í Ágústa eða? Hefur kíkja á hana? Kíkjum á tölfræðina. Káa 77% með boltan í leiknum. Móti 23 hjá Þór. Káa með 11 hotna móti 2. Það er 1-1 í rangstöðum. Við kannski þurfum að fara að koma okkur yfir á þeim vettvangi. 14-5 í brotum fyrir Káa.
5-1 í skotum og þar af 3 á marki á kámunum og þetta eina skot Þórsara var á marki og þetta hafði ekki bara legið í netinu líka. Það er ekki að segja það. Nú Þór að gera skiptingu. Já, út að vera að fara ekki Guðni. 14. Þetta var 14, þetta er Jakob Snær. Og inn á er að koma henni ekki margir sem komið til greina. Þetta er leikmaður númer 19. Hann er bara ekki á leikskýrslu. Jæja. Það fór það fyrir okkur. Það er spurning hvort að við fáum einhverja góð vinn í KTV til að senda okkur hver er númer 19 í Þór. En Steinþór, meðan á Nökkva getur skotið eða hvað, tjekkar hann inn en virkilega góð vörn þannig á Þórsurum. Andri Fannar í tæklingu á Jóhann og Andri Fannar fær guld. Og það er guldspjald á Andra Fannar. Þetta er ekki fyrsta spjald leiksins, Helmar. Nei. Þetta er þriðja gula spjaldi í leiknum. Býst afsökunar á ruglinum í mér áðan. Ég var hreinlega búinn að gleyma þessari tveggjafotu frá Hendriks áðan. Ká er komið 3 gul spjöld. Þór ekkert. Það er að Planic. Þeir virðast vera búin aðeins að fjölga í sóknarlínu þó Já, með þessu. Þeir ætla að spila til sigurs. Virkilega vel spilaði Jóhann, hann var að sleppa í gegn. Eða hvað? Jú, leikmaður númer 19. Hotspilna. Sölvi Sverris. Hann númer 29 á leikskýrslu. En hann númer 19 á vellinum. Sölvi gerði þetta vel með Jóhanni Helga. Og Þórsar að fá hotspilnu. Svo er Sverris múrara. Þetta kemur frá píparanum í húsinu. Og meira sem það var málari sem sendi mér á Messenger hver þetta væri. Þetta er iðnaðmenn, þeir standa alltaf saman. Þetta er gamla góðin iðnaðmanna mafían. Kemur hotspilnan. Hún er á fjær. Virkilega góðu bolti. Og það er Sölvi sem fekk hann, sendir hann út á Bjarna. En Steinþór stelur þessum. Nú geta kámen komið hratt. Sveit Margeir. Ólar Aron til varnar og brýtur. Jú, nú hlýtur þetta fyrsta spjaldi á Þórsarana. Aron tekur það. Technical foul og hann kemur og biður Sveina afsökunar. Að sjálfsögðu. Já, það er kallað eftir standard. Það er kallað eftir standard. Það eru út að fara. Já, Nökkvi og Jóna. Inn að koma Elvar Máni og Adam Örn. Þannig að það verða því, ég var að segja, kemur Kári hérna yfir í hægri bakvörðin, Adam í vinstri og Elvar kemur á hægri kantinn. Elvar er aðeins 15 ára gamall. Það verður því aðeins Ívar Örn Árnason. Með flotta 9. Já, það verður aðeins Ívar Örn Árnason sem spila 90 mínútur fyrir KA í þessum leik. Captain Fantastic. Með þessa sendingu. Þetta er svona ægilega strax maður. Dúndra hann bara beint út. Já. Bjarki. En þetta er flott að sjá. Númer 9, vel girtur. Glænýr hérna. Já. Haukur. Jóhann Helgi Baratunni og þetta yngast eða Þórsarar. Staðan er 1-1, það er 13 mínútur eftir. Andri Fannar skallar hann í horn. Hotspinnan sem Þórsarar eiga. Og Elvar, hann er hvað gamall? Hann er fæddur árið 2006. Þannig að hann var 15 ára núna í janúar. Þetta er flottu drengur. Já. Hann hefur tekið það litla gæfuspor að halda með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Þú sér það, hann er komin inn á drengurinn. Já, það er skipta skoðun það. Kemur krossinn frá Þór. Bjarki skallar hann. Við vorum ekkert sérlega ákafir í þennan bolta. Nei, Haukur er með hann á Adam. En er Adam út í vinstri núna? Adam er á vinstri bakverði. Kári komin hægra megin. Þórsararnir fannir að sækja sér veðrið, fannir að gera sér líklegri. Sölvi.
Ívar til varnar, má ekki vera óaggressífur þarna. Bjarki með krossinn, Haukur með tíma í teiknum, lossar hann fram. En þar engin káamaður, en Elvar setur pressuna. Elvar nefnilega, þeim hæfileikum gætum að vera alveg ösku fljótur. Ólafur Aron með sendingun undan Elvar, Baldvins, það sér út af, þetta var ekkert sérstök sending frá Aroni. Með hverju liðinu heldur að Pétur Ól og Ragga Júl haldi? Þau eru káa megin allan tíman. Já. Vona kannski að Aron á einu snertingu kannski á réttan aðila en það er svona það byrja það. Já, hér er Kári með boltan. Kári með hann upp línuna á Svein Margeir. Svein Margeir gerir vel, þetta lítur á brot. Já, Hermann Helgi hélt þarna Svein Margeiri og brot dæmt. 10 mínútur eftir. Það er bikar í boði, Elmar. Já, það er bara svoleiðis. Ertu með tölfræðin á því hver er með fleiri kjarnafæðis titla? Nei, Nei. ég get ekki sagt það. Hvað er þetta búið að vera í mörg ár? Þetta er alltaf búið að heita Powerade mótið og Soccerade mótið og ég veit ekki hvað og hvað. Það er rétt. Haukur Heiðar Hauksson með hann á Þorra. Nei. Þetta er Þorvaldur Daði. Akkurat. Út Svein Margeir. Nei. Kári missir hann frá sér. Erfiður bolti. Þetta var vel gert. Já. Andri fær pressun á sig frá tveimur og missir hann frá sér. En hins vegar gerir vel í að vinna hann aftur. Íbi. Adam með hann upp á Gunna. Planið setur pressa á hann. Gunni heldur boltanum. Gunni góður í að fá hann með mann í bakinu. Andri og Hauk. Nú þurfa að færa boltanum milli kanta. Haukur út á Kára. Kári með svo tíma til að aðtapna sig, setur hann á Elvar Mána, Elvar og Elvar Baldvins í pressun á hann. Sveinn, tilbaka á Hauk, Haukur yfir á Ívar. 10 mínútur eftir, blúsir upp á tími. Adam með svona langan bolta inn fyrir, þetta er skemmtilegu bolti, Kári með mikinn tíma, þeir eru 3 í teiknum hjá Káa. Og svo... Hvað gerir Kári, setur hann út á Svein, Sveinn missir hann frá sér Ólafur Aron en þetta er beint á Andrafannar. Andri fann hann með stuttan á Svein, hvað gerir Sveinn? Nei, þetta er ekki nógu direkt hjá okkur, þetta er ekki nógu mikið bit í þessu. Nei, það verður pínu stoppaðan akkurat fyrir á markiði. Já. Hermann Helgi með boltan á Jóhann Helga, Jóhann Helgi skallar hann út til vinstri á Elvar Baldvins en hann nær þessu mikið. Búið mikið að gera svo sem í Elvari Baldvins hérna í bakverðunum í dag, hann er búinn að hlaupa mikið. Það er Gunni, Hermann í bakkinu honum, þetta á Káa, já, Káa fara hann að engast þarna, aðeins dýpráfa, þetta er helmikið Þórs. Sveinn, Ólar rann til varnar, hvað gerir Sveinn, væntanlega alveg tilbaka eða hvað, setja tilbaka á Hauk, Haukur Heiðar. Já, ágætis pressa frá Sölva Sverris þarna. Þórsararnir greinilega konum með 2 í framlínuna. Orri Hjaltalega að spila til sigur sér í kvöld. Steinþór Freyr, hann var ennþá inn í 1 mark eða ekki? Jú, það er ennþá eftir að koma. Já. Góð pressa hjá Þorra. Þarna kemur við á Gunni með skoten beint á auðun. Ég vil svo Þorra taka sjálf bara, já. Hann var með þetta beint fyrir fram að segja að það var enginn í markinu sinni. Þetta var stórhættulegt. Hér koma Þórsararnir, Sölvi. Andri fann að brýta frá honum. Já. Þannig Þórsararnir eiga aukaspyrnu á miðjum vallar mikið kámanna. Takk sér tími að taka hana. Setja allt liðið fram. Þannig að það er ekki bara
Það er ekki bara séns fyrir Þórsarna núna, heldur líka fyrir KM sem að breyka hratt á þá ef það fær ekki efst. Ösku snöggan Gunnar fremst á tófinum. Efst Efst á toppnum. Efst á tófinum. Hann er reyndar alveg lúmst snöggur drengurinn. Jájá. Þegar hann er komin á stað. Já. Kemur fyrirgjöfinn og... Þetta var einstaklega góða bolti. Já, það var það nefnilega. Það vantaði bara einhvern frá Þór til að koma þessu á marki. Erfitt svæði fyrir Steinþór að koma út í og... Já. Steinþór með hann út til hægra á Kára. Kári upp á Gunna. Flottur bolti á honum. Já, Gunni með hann í bakinu. Og sett hann, þarna hefði, ég vil sjá hann koma upp í hornið. Já, Gunni á Svein, þessi er út af. Já, þarna kemur flautið. Ég er sammála að valda þarna. Elmar. Með hvað? Þetta var aukaspyrna. Já. Gott að þú tókst góðskap með þér í kvöldlýsinguna. Elvar Máni og Elvar Baldvins í baráttunni. Kári á Elvar. Jóhann Helgi skallar hann inn fyrir á Sölva. Sölvi með Hauk í bakinu. En gerir þetta virkilega vel. Kemur á Jóhann Helga sem að snýr. Og finnur Adam hérna, Steinþór fær Bjarka í bakið. Hann flautar hann valdi. Já. Já, þetta er rétt flaut. Það er það. Ívar setur hann yfir til vinstri. Við erum að tala 5 mínútur eftir. Já, pluss uppbótartíma og síðan beint í vítakeppni. Hver er þetta ekki vít fyrir hvað? Það er kannski ekki tímabært að fara að ræða það. Nei. Við erum alltaf með menn sem hafa skoðun. Já, og það er líka, þá er allavega Steinþór að taka annar markið sitt þar, þannig að... Er það skipting á Þór? Jói er að fara út af fyrirliðin. Nei, eða býtu hvað? Eru þið tveir? Jú, Jóhann Helgi er að fara út af. Og Elvar Baldvinsson. Tóti þetta skilt þér? Nei. Hann er ekki að vestan þessi. Inn á er að koma, það eru væntanlega Aðalgeir Axelsson og býtu 10, það er Aðalgeir Axelsson og 20 Páll Veigar Ingvarsson. Palli Ingvars, ekki gamli góði Palli Ingvars sem var í KÍ handbolta. Þorri kemur hann inn tegin og Gunnar á undan. Inni. En beint í hendurnar á Auðun í markinu. Auðun er búinn að vera flottur í rammanum í Þór í dag. Hann hefur staðið sína plikt ákveðlega. Hermann Helgi. Upp á. Virkilega vel spilað þarna, leistur svo Ólafur Aron með sendingunni fyrir en Ívar skallað hennan burtu. Mættu þessu Svein. En þarna gerir Aðalgeir vel. Kemur nú til hægri. Þórsararnir í ágætri stöðu. KM eins og að margir tilbaka. Þetta er markspyrna. Rennur í sandinn. Já, rennur út í sandinn. Steinþór heitur stutt og Ívar. 3 mínútur. Íbbi. Andri. Adam. Steinþór. Leitir þessu. Já, að fara inn. Káa á þetta. Bítu. Nei, Steini flaggaði vill sátt, þannig að það er ekki sem Káa á þetta. En eins og að Káa eru búin að vinna hann aftur. Það gerir Adam vel. Og þetta engast á Káa. Það er gaman að segja frá því að liðið sem er inni hjá Káa núna, fyrir utan Steinþór Frey, hafa allir komið mikið við sögu hjá Káa í yngri flokkum. Alveg jafnvel frá blautu barnsbeini, flestir. Sumir frá 3. eða 4. flokki. Þannig að það er gaman að segja frá því. 3. eða 4. Ég myndi nú segja að það væri nú bara... Já, Sveitmarki kemur í 4. flokki og Adam kemur í 3. flokki. Aðrir hafa verið hjá okkur frá 5., 7. og 7. flokki. Fyrir utan Steinþór. Já, Steinþór náttúrulega kemur frá Húsavík þegar hann er bara í 7. flokki, sko. Kemur frá Völsung.
Ég spilaði með honum, hann er fættur 1990, ég var með honum. Steinþór. Já, Steinþór Freyr Þorsteinsson er náttúrulega, en Steinþór Már Auðunsson er búinn að vera hjá okkur. Steinþór er búinn að vera hérna, ég myndi nú telja hann hafa verið hér. en hinn meistarinn er kannski... Já, en aðrir eru bara það sem myndi flokkar sem uppaldir. Já, ég myndi segja það. Já, það er gaman að segja frá því. Fyrir það sem hafa áhuga á slíkum. Ég kemur langa bolti fram hjá Þór. Það var snakkur. Hann ákvað að halda þessum inn á. Haukur heiða færa hann. Síðasta myndana vel leiktíma. Nei. Klaufalegt. Já, var það. Og þarf við að gefa Þór þessa síðustu sóknaruppbyggingu. En það er nú... Já. Það er nú einhverja mínútur sem bætast til. Svo má náttúrulega ekki gleyma því að það eru 2 Þórsliðinu en þá innan sem hafa spilað alla yngri með káa. Það er gott álingastarfi á okkar sér að skilja einhverju. Já. Bjarki. Landingast, Adam skallaði hennan, Kári. Brot þarna og Þorra eða hvað. Jú, Valdi flautar. Ólafur Rán fær spjald fyrir þetta. Ok, Valdi spjaldar hann ekki, en það hefði þetta einmitt verið seinna gul á Ólafur Rán. Hann reynir leikmaður Þór sem er komið spjald í dag. Haukur eða með flottan bolta hérna upp á Elvar. Elvar getur nýtt hraða núna með Kára. Hvað gerir Elvar? Já, brot. Þeir niður, Elvar fær aukaspinnu. Akkurat þegar klukkan slær 90 pluss 10 sekundur. Ég var að gefa okkur 3-4 mínútur upp á tíma. Það verður ekkert mikið meira en það. Andri Fannar allar að spilna þessum tegin. Káa bara setur alla inn í. Kemur með hann á fjær. Steinþór. Steinþór með hann inn í. Jó, Ívar inn á, Ólafur Rán skallar burtu. Og þetta dettur við alveg tilbaka á Adam. Adam út til hægri og Andra. Andri sér hann að opna út til vinstræminn á Ívari. Íbbi í baráttunum við Bjarka Viðars. Íbbi með fyrirgjöf sem að... flottur bolti. Já. En ekki nógu margir Káa með hann. Kári Gautsson eins og að pressar. Sé ekki alveg hvað gerist en þetta yngast á Káa. Við líkjum þungt á Þór núna. Væri gaman að fá. Væri aukaspilna. Jú. Nú er komið. Jú, spjald þarna á. Að með sýnist Bjarnar Brynjólfsson. Hann braut þarna á andra fannari. Andri Fannar tekur spyrnuna. Eins og ég segi það allir Káa með inn í bóksunum nema einn. Adam býður tilbaka. Kemur boltinn fyrir Andra. Og þetta er flottur bolti. Endur á Elvarmann frá utan, ég veit sem hann skjóta. Nei, missir hann frekar hættilegum stað. Og koma Þórsararnir hratt. Sveit Margeir, nú vil ég bara sjá eitthvað taka svona technical, personal foul. Brjóta bara á þeim. Kemur boltinn yfir, Íbber hins vegar snöggur tilbaka en kingsar hann. Og þetta var hins vegar Aðalgeir Axelsson með skot hátt yfir markið. Og nú þarf Steinþór að hlaupa eftir boltanum. Engi segja Pétur Satameinin sýnna leik. Trillar eftir þessu. Hvað segir Valdi? Hann er konar 92. Valdi lítur á klukku sína. Kemur hann stuttan á Íba. Kemur engin pressa frá Þór. Steinþór. Engin að bjóða sig. Íbi. Andri lausandur á miðunni sé ég. Já, Andri fær hann. Andri á Adam. Adam með hann langan hérna yfir á Elvar Mána og Kára Gautisson. Þeir hafa verið flottir í seinalögum. Elvar vil fá hann inn fyrir. Elvar fær hann inn fyrir en hins vegar er það leikmann 20 Þór Páll Veigar sem að stígu fyrir og vinnur hann að bolta. Og Stójanovits sem að kemur honum á Bjarni með hann, Bjarni Brynjólfsson. Tilbaka, Hermann Helgi verið eins og klettur í vörninni og Þór. Kemur langur bolti fram, þessi eru langur. Nú er spurning hvað Valdi fer að gera, hvað er 93 ára á klukkuna. Já, ég sett sér nú alveg að detti í þessa vitstunukefni. Nú kannski voru tímabært að ræða hverju taka víti fyrir Káa. Sveit Margeir, Steinþór, Gunni, Andri Fannar og Ívar. Þannig eru ekki bara að gefa hann að lista þá yfir til Adda og...
Steinþór. Já, hann er enda mjög góður fyrir löpunum. Hann er einstaklega góður þar. Káa döngast. Ég væri til að sjá bara 5 yngstu myndu taka víti. Elmar, nú eru búnar 94 mínútur á þessum knattspyrnuleik. Það voru bara 4 mínútur skemmtilegar á þessum leik. Já, það er svona... Það voru bara mínútur sem 2 sem mörkin komu. Ég kemur eins og þar... Jú... Hörkur skot hjá Þór. Já. Fram hjá markinu. Og förum við aðeins yfir tölfræðina. Meðan Steinþór trillar eftir boltanum. Káa er búin að eiga 11 hotspyrnur í þessum leik. 4 hjá Þór. Brotinn 17-10. Káa með 6 skot, Þór með 3. Það er 4 marki á Káa og 1 hjá Þór. Og það var markið sem að þeir skoruðu. Káa 74% boltan, Þór 26%. Þannig að þetta er kannski ekki beint búin að vera... Náuð að taka maður leiksins í úrvalsröð eða? Ef að taka maður leiksins? Ég á pínu erfitt með það. Já, það er bara 1 hjá Káa búin að spila 90 mínútur. Já. Ég myndi segja Hermann Helgi og Þór kannski. Miðvörðurinn, annar af 2. Já, mögulega markmaðurinn. Þeir eru báðir búin að standa fyrir sínum. Þessi 3 eftir sig á Þór. Miðverðin 2 sem báðir hafa að spila 90 mínútur og svo Auðun í markinu. Þeir eru mjög flottir. Við verðum að velja Ívar leik okkar megin. Já, það verður þá að vera Ívar einmitt okkar megin. Eða Steinþór náttúrulega bara. Steinþór byrjaði seinna hálfleikina miklum krafti. Já. Hann skuldar þá 1 mark. Það kemur á eftir í vító. Þannig að... Kemur lokaflautið. Og við erum að fara í vítaspyrnukeppni. Áhorfendur virðast ekki alveg átt sig á því. Þeir eru allir fattir inn í hlíðina. Drífa sig. Já. Loka tölur eftir venjulega leiktíman 1-1. Í leik Káa og Þórs. Íbbi vill taka vítin á marki hérna nær Dalsbrautinni sýnist mér. En dómari vill taka markin í nær hérna Nývangi, gamla Valavellinum. Sjáum hvað setur. Það er alltaf 50-50 það kemur í vító eða ekki? Já, það er sko. Það ekki? Jú. En mér finnst eitthvað sem að segja mér að Þór sé sterkt í vítaspyrnukeppni. Já, Þórsar hafa alltaf verið svona pínu í stemmingsandlega þættinum, svolítið sterkir sko. En vítaspyrnukeppnin hefst hérna eftir augnablik. Já, og vítaspyrnukeppnin er að fara á stað. Það er Andri Fannar Stefánsson sem er fyrstur á punktinn hjá okkur Káamönnum. Steinþór Már er klárlega mikill vítabani. Elmar, nú sá ég hérna, þú fekk skilaboð í símaðinn. Skilaboð dörinni? Eigum við að fara að ræða það hvað fólk á að borða í bænum helgina? Ég er ekki frá því. Getur kannski aðeins... Farið við veitingastæði í bænum? Já, Andri Fannar. Að sjálfsögur Örugt. Allan tíman. 1-0 fyrir Káa og það er náttúrulega Ólafur Aron Pétursson. Mér þykir leitt að segja en Ólafur Aron klikkar ekkert úr vítum sko, hann hefur ekkert gaman að því.
Hann nefnilega kann ekki að skora á móti Káa. Nei, það er spurning sko, nú er Ólafur Aron mikill káamar, heldur hann dundur hann bara yfir? Ég myndi sjá hann fyrir mér bara einhverstaðar út á Dalsbraut. Nei, hann er ótrúlega mikill kett sem er það, en þau sískin eru með frábæra spyrnufót bæðið tvö og Ólafur Aron er mjög sparkviss og ég hef haft mjög gaman að lýsa leikjum með honum á fyrri tíðum. Þannig að hann er einstaklega sparkviss drengur, hér kemur vítið, jújú, þú verður þetta ekki þarna. Nei. Þá er það Sveinn Margeir Hauksson sem fer á punktinn fyrir Káa. Staðan 1-1 eftir 2 víti, 8 vítaspyrnur eftir. Þetta er bara svona klassísk vítaspyrnu keppni eða ekki? Jú. Þetta er ekkert eitthvað með ykkur í júhafi? Ég held ekki. Það er 5 víta lið bara. Það var það Sveini. Já, þetta er örugt líka. 2-1 fyrir Káa. Nú þarf ég að draga upp leikskýrsluna. Þetta er leikmaður númer 8 eða ekki? Jú, þetta er Nikolaj Kristín Stojanović. Stöngin út! Þessi var stöngin. Gunnar Örvar, við höfum verið ennþá með alla vítaskipti Káa réttar. Við? Já, ég. Já. Hvað sagði ég síðan? Ég sagði... Sveinn Margeir er búinn að taka hann. Ég sagði Steinþór Freyr og í viðbót og... Íbið Steinþór. Já. Gunnar Örvar er á punktinum, Auðun til varnar. Beintamarki. Nei, vá, hvað þetta er auðvelt og létt. Þetta er örugt. Já, pínu kærlaust. 3-1. Það er leikmaður númer 7 hjá Þór, Ásgeir Marino Baldvinsson. Ég er einhvern veginn að sjá fyrir mér að Steinþór sé að fara að taka þennan bolta. Er það ekki? Jú. Hann grípur þetta. Nei. Þessi er inni 3-2. Það er engi farin á stað frá Káa, heldur þessi Jú, Steinþór. Jú, Steinþór Már Auðunsson ætlar á punktinn alveg sjálfur. Ég held að það hefur hlut til út af því að hann nefndi ekki að labba út fyrir teginn. Nikolaj Kristín Stojanović. Já. Já, hann var ekkert að sína hvaða gæðir þessi fót, hann skoraði bara. En það er gaman að segja frá því að Nikolaj Kristín Stojanović spilaði fyrir Fjarðabyggð síðast. Bara svona smá info fyrir ykkur sem er að hlusta á okkur. Aðalgeir Axelsson fyrir á punkti núna fyrir Þór ef að klikkar það er Káa búið að vinna. Skorar úr síðustu og verð sínustu. Þessi er yfir og sigurinn er Káamanna, held ég. Jú. Menn er ekkert að stressa sjá því að fagna samt. Káa Kjarnafæðis meistari árið 2021 eftir sigur í vítaspyrnukeppni móti Þór Akureyri. Þökkum Þórsvörum fyrir drengilegan leik, þökkum ykkur áhorfendur sem að vera að hlusta. Þökkum Gústaf Steff fyrir að sjá útsendinguna og tölfræðina eins og við sjáum á skjánum. Andra Freyr Björgvinssyni fyrir myndatökuna. Og ég og Elmar Dan Sigþórsson áttum í fullu fangi með að lýsa þessu fyrir ykkur. Þetta voru 95 mínútur af fótboltaleik. En Káa Kjarnafæðis meistari og við biðjum ykkur vel að lifa. Minnum á Káa Gróttu á morgun í Ólistelt Katar sem er sýndur á Gróttu TV. Stöð 2 Sport, búið að breyta þeim. Hann er klukkan 18. 16. Þú heldur áfram. Já, ég held bara áfram með starrendavilluna, bara alveg upp á 10. Hann er 16 á Stöð 2 Sport. Takk fyrir í kvöld, við heyrum stress að sinni.